Velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að fjalla loftslagsmál í lok þáttarins. Óstjórn í loftslagsmálum getum við kallað það. Ég ætla að tala við Hjalta Hrafn Hafþórsson sem er manna bestinn í loftslagsmálum hvernig standa á því að áætlanir stjórnvalda gangi ekki eftir, markmiðar gangi ekki eftir og hvað vanti upp á til þess, en ekki kannski síður af hverju alltaf verið að tala loftslagsmál en engin plön liggja fyrir sem að sýna neitt árangur. Ég ætla að ræða kannski önnur mál en kannski frá svipuðum forsetum við Ásgeir Brynjar Torfason óstjórn í efnahagsmálum, en í morgun kom í ljós að verðbólgan á fullum skriði, vextir munu hækka, kjaraskerðing í fullum gangi, grefur undan efnahag heimilanna. Ég ætla að ræða við hann óstjórn í efnahagsmálum. Áður en að því kemur að setja þingað við Rauða borðið fulltrúar ýmissa almannasamtaka. Hingað koma Breki Karlsson frá Neytendasamtökunum, Þuríður Harpa Sigurðardóttir frá ÖBÍ, Laufey Líndal Ólafsdóttir frá PEP, samtökum fólks í fátækt, og Guðmundur Hrafn Arngrímsson frá Leigjendasamtökunum. Ég ætla að spyrja þau svona stöðuna í samfélaginu, dýrtíðina og hvernig fólk hefur það í lífskjara kreppunni og hvaða væntingar þau hafa til aðgerða stjórnvalda eða hvernig sumari verður og hvernig hausti verður. Ég talaði hérna við Sonju Ýr Þorbergsdóttur frá BSRB í gær og hún sagði að það yrði mikil barátta og átök hér í haust, og sama sagði Finnbjörn Hermannsson sem að líklega verður kosinn forseti ASÍ á morgun. Og svo náttúrulega fyrir vikunni Ragnar Þór Ingólfsson sem ætlar að boða til mótmæla út af stöðunni sem að er. En við byrjum á fréttum dagsins. María, hvað að frétta? Já, heyrðu, það var enn eitt morðmálið. Já, svona mögulegt, það er ekki óvíst en það. Já, það er ennþá aðeins á reiki. Tveir í haldi. Það eru 2 í haldi. Grunur saknæmt athæfi. Já, grunur að þetta hafi verið saknæmt athæfi. Já, það er ennþá í rannsóknmorði í Hafnarfirði. Þetta framlengja gæsluvarðaldi yfir ungmennunum. Einmitt. Já. Og það var verið að dæma morðingja í morgun dag. Magnús Aron dæmdur í 16 ára fangilsi fyrir í Barðavogsmálinu. Já. Þannig að það er langur dómur. Já, einmitt. Það er svona með því lengri, það er sjaldan sem fer yfir 16, þannig þetta er... Já, einmitt. Það er ekki stutt síðan að það var annar 16 ára dómur. Ég maður ekki, það var svo mikið af þessu, ég bara... Það er 2020 allavega var held ég. Já. Það er 2021 var ennþá lengri dómur held ég. Það er verið lengstu dómanir þegar morðin virka fullkomlega tilgangslaus. Já. Sem er svolítið skrítið. Já. Akkur ef það virkar eins og tilgangum á orðinu að þessi minnidómur. Já. Það er kaldhæðnislegt. Það er svolítið kaldhæðnislegt. Já. Ég satt einu sinni í Hæstarétti þar sem að þetta voru deilumál saksóknara og verjanda. Þetta var síðasta máli sem að Þórður Björnsson, þá var hann ríkissaksóknari sótti. Já. Hann sótti hryllilegt morð sem var framið í Kópavogi. Já. Sem að maður var drepinn með skrújárni þittur í algjöru tilgangsleysi. Menn sem hefur bara hist fyrir kvöldið og voru bara að leita ykkur að drekka og hann að vera sofnaði og þegar hann vaknaði þá drap hann hinn. Og hann krafðist þess að málið yrði þyngstarefsing og Hæstiréttur er íhuga að þingjan enn frekar fara bara upp í toppinn á refsiramanum, setja ævilangt fangilsi. Verjandinn var Klausen. Það voru tveir svona kappar úr dómsölum síðustu aldar. Hann talaði að var einmitt það sem hann lagði út frá af hverju ættu við að hafa mildari dóma ef við sjáum einhver tilgang með því, en þegar við skiljum það ekki. Og virðist vera gert af einhverju bara glóruleysi hugans, einhvern veginn óútskynanlegt fyrir okkur við verðum þá refsuglaðir í þá. Þetta var ógleymanleg að sitja þarna og hlusta á þá. Það er bara þetta grafið upp og setja það bara á svið. Þetta var að þetta er svona álitamál sem að lengi getur leyst síðan. Það ætti kannski að skrifa leikrit þetta. Nei, ég segi svona en þetta er mjög góð spurning vegna þess að sko morð eru alltaf einhvern veginn tilgangslaus í eðli sínu. Nei, ekki alltaf, það getur verið hefnd. Já, ég segi svona, þetta er svo tilgangslaus verknaður samt, sko, þegar þú horfir á bara
sko, þú veist, ok, einhver er að hefna sín en hann fær það sjálfur í bakið, skilurðu, hann fær þá einhvern veginn í framan í sig að þurfa að sitja í fangelsi í mörg ár og þannig að þetta er svona pointless. Tort til aðstæðina. Já. Ef viðkomandi hefur gert hinum einhvern rosalega miska og annað. En það er samt réttlætir kannski ekki, sko, þú veist, þarna er þetta alltaf komin í einhver svona siðfræðilega spurningar. Við mætum alltaf eiginlega tóm gagnvart þessu, sko. Já. Þess vegna fannst mér þetta svo áhugavert að það var ekki neitt svar við þessum. Nei. En þeir, þetta er svona eins og spurningin, sko, þú veist, hvað ætlar að gera ef makiðinn eða eitthvað er að vantar alveg rosalega einhver lyf sem er ekki til og er bara að deyja og þú þarft að brjótast inn í apótek og stela lyfin, skilur, þetta er alls svona spurningar í siðfræði námi. En 16 ára er mjög langur tími, þetta er Magnús Aron held ég að sé bara 30 steflaða. Já. En hann hefur ekki brotið af sér áður held ég, þannig að hann geti losnað eftir 8 ár. Ég veit ekki. Ég heldur að það styttist alveg helming. Já, ef það er fyrsta brot. 2/3 ef það er fleiri brot, svo náttúrulega geta menn ekki fengið að sleppa fyrr ef það er brjóta af sér inn í fangelsinu og náttúrulega. Nei. Það líka ef það eru önnur mál í gangi og þá getur það tafið alls svona hluti. Já. En ég held að sé vanalegt að fólk fær eftir halvan tíma, en 8 ár fegnarlega langur tími. Já. Og það er ekki fyrir að menn fara að horfa á skaðan sem veldur, eins og er oft í Bandaríkjunum, þá mæta aðstandendur hins látna í dómsal og krefjast þess að fá auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Nákvæmlega. Helst að morðingi sé myrtur af stjórnvöldum eða fari aldrei aftur út. Því að þetta er bætanlegt skaði. Já. En við erum ekki alveg þar, ekki að það. Nei, við erum ekki að það. Þá maður heyri svona tóninu í því oft, sko, að við verðum alltaf, Amerikanar alltaf endanum, sko, við getum svo mikið amerísku efni og lifum svo mikið í þeim heimi. En smátt og smátt koma þessi, sko, siðferðislegu mál afstæð þeirra sogast inn í íslensku þjóðarsamfélagi. Ég veit það er nú ekkert nýtt, sko. Það ætla bara líka með viðveru hersins setna svona lengi, held ég. Já. Herðu, já. Það var, því að við höfum verið að tala það vantaði andlit á ópíóðafaraldurinn. Já, það var og þá var móðir steg fram í Stöð 2 í kvöld, Tinna Björnsdóttir, móðir Gabriels Dags Haukssonar sem var 9 þegar hann dó. Já, og bara stutt síðan að hann dó, eða ekki? Bara einhverja 2-3 vikur eða eitthvað svoleiðis. Og hún lýsti bara ungu manni sem átti erfitt með að fóta sig var segir að það hefði mátt komið í veg fyrir þetta. Já, hefði vært betra. Ég held að skipti miklu máli að við höfum andlit á fórnarlöfum svo fólk gerir sér ekki hugalönd hvað þetta er. Já, það kemur til dæmis í ljós, sko, að í hans sögu hann er mjög stutt neyslusaga. Þetta er ekki svona, ég held að myndi standa í öllum að, sko, skilgreina 20 mann sem hefur verið í svona óhófsneyslu og leiðist út í það að nota oxycontin sem er nú svo kallar læknadóp kalla hann fíkil endilega, sko. Þannig að því að ég held að skipti máli að fólk sé ekki tala svo að það þurfi eitthvað sérstakar aðgerðir til þess að sinna fíklum. Þá er það yfirleitt, sko, eldra fólk sem er búið lengur í neyslu sem er í meðferð upp á Vogi með viðhaldslyfjum. Og það var eftir síðan afglæpavæðinguna þingi. Mér finnst stundu þingið vera alveg ótrúlegt. Ég veit ekki, menn að leggja það til að ég veit ekki hvað menn að leggja til. Þetta oxycontin er náttúrulega löglegt lyf, sko. Já, og það er skurðlæknar er mikið að skrifa þetta út, sko. Já, en ætlar að hafa þannig þá afglæpavæðingin svo að ég geti farið og sóta bara eins og Magnúslega. Já, þú getur það að liggja við nú þegar, sko. Nei, ég verð að fá resist upp á það. Já. Eða kaupa það á svörtu markaði sem er kannski algengast. En mér finnst það alveg ótrúlega, sko, ég er búin að heyra alveg ótrúlega marga og sjá marga sem hafa fengið útskrifað oxycontin bara við að þurfa að fara í einhverja smávægilega aðgerð. Já, ég farið í skúli, ég held ég sem að hafa verið með það í skúfuna heima, fóð með það heim.
Já, eftir mjöðma aðgerð. En ég tók ekki svona lyf nema í 3 daga held ég. Já, einmitt. En ég var sendur held ég heim með þetta, sem að ég notaði nú ekki. Þannig að þetta út allt. Þannig að ég veit ekki en hins vegar afglæpavæðing sko að vandinn sé sá að þetta sé ólöglegt. Ég ekki viss það. Svo var eitthvað nefndi, ég held að það verið með þess að heilbrigðisára, svo voru eitthvað að tala morfínklíning eða ekki það sem verið að gefa dópið, skammtadóp. Þetta svona gert sumstaðar, mjög skipta skoðanir þetta. Að því að viðhaldslyfi sem að gefa upp á Vogi, það ekki sko dóp, þú getur náttúrulega með því að misnota það getur náð fram einhverju vímu, en það ekki það sama og að vera að skammta heroín eða skammta amfetamín sem að ég man ekki til þess að það frekar pólitíkusarnir sko heldur en kannski læknandur sem að sinna þetta sem mæla ég veit það og mér finnst það ótrúlegt að sjá þingistundum hvernig menn eru þú veist, með litla innsýn inn í þetta, hvað eru tilbúnir að færa umræðin eitthvað. En svo finnst mér eitt í þessu með hann Willum. Hann er að tala að þetta sé svo rosalega mikilvægt. Málið það að Willum finnst það ekki. Nei, vorum að ræða það inn á tón. Þeir hafa ekki gert árum saman. Verið ekki kipt sér upp við þetta Gabriel Dagur og annað ungt fólk sé að deyja og það þýðir ekki að koma svo bara allt innu núna og segja að eitthvað sé mikilvægt. Þú er búin að sýna að þér finnst það ekki mikilvægt. Já. Og mér fannst Tinna móðurinn hún eiginlega segir þetta. Ég held að ástæðan fyrir að hún komi fram og tala þetta því að einhver þetta gengur fram að henni hvernig talað þá sem að deyja. Já. Og það gerist náttúrulega ef að þú sér þá aldrei þau eru alltaf í skugganum þá bara getur hvað sem er gert sér það í hugunund og allir nota þetta fólk einhverjum sjónamiðu sínum til framdráttar. Einmitt. Það nú þannig. Heyrðu, það var verið að fjalla í Kveik kjallarann sem að innflytjendurnir byggu í eða hitakompuna. Ég sá ekki hennar Kveikþátt. Nei. En ég sá núna að það var sýnt hvar hann er, hann á hotninu á Löngurhlíð og Miklubraut. Við fjallaðum þetta á samstöðinni. Já, einmitt. Það fjallaðum þetta í september. Það var bent að það væri ólöglegar íbúðir, bæði á götuhæðinni og í kjallarann. Já, voru ekki settur auglýsingar á þessu glugga fyrir samfélkinguna, þetta góðvinnur Dags Bjarkesson. Já, einmitt. Einn af máttarstolpunum í Fylki, þjálfaði Dag þegar hann var í 7. flokku eða eitthvað. Og mikill samfélkingamæður, byrtu myndir að þeim saman, skjálbrósati, ég sá það var líka gert í Kastljósi í kvöld. Já, einmitt. Og hann hefur sótt að breyta þessu yfir í gistiheimili en ekki fengið það ágreitt. Þannig að það ekki, ég held að sé ekki komið fram í málunum sem bendir til þess að hann hefur fengið annars konar meðferð. Nei. En hann hefur eins og fengið mjög slæga meðferð. Það er búið að vera ár síðan það var bent á þetta. Við vorum að skrifa þetta í september. Það kipir sér ekki upp þetta. Sko, ég man bara eftir því þegar þessar auglýsingar voru settar en það er langt síðan. Það eru nokkur ár síðan held ég. Það verið kosningarnar. Já. Þannig að 2022 það var bara í fyrra. Nei, ekki lengi. Það var örglega í kosningunum sko fyrri borgarstjórnarkosningunum sem við tókum þátt í. Við vorum alltaf að fjalla þetta að væri ólöglegar íbúðir tengdum þetta við samfélkingun á Dag svona í eðlilegu stjórnsýslu hefði þá verið rokið til og sagt við skulum bara tryggja það að þessi Jón Maggisson sem ég þekki fá enga sér meðferðina þannig að eitthvað slúið það var náttúrulega ekki gert. En ekki, nei. Þannig ég myndi ekki vera að fljóta á því að segja að hann hefði ekki fengið sér meðferð. Það er bara ekki komið fram. Nei, við vitum það ekki, við vitum það ekki. En það er eiginlega ekki heldur sem við komum fram að hann hefði ekki fengið sér meðferð. Nei, einmitt. Þegar þetta sé allt í rugli og slugsi. Heyrðu, já. Svo það er alls konar í fréttum í dagvarandi húsnæðismál, samtöku iðnaðarins, áforma að fækka úr 1500 í 500 íbúðir. Það er bara að spyrja þessi fólk sem að voru með plönum að byggja 1500 íbúðir, það er dotnar í 500. Ástæðan svo að bankanir lána síður. Einmitt. Og við erum oft rættið þennan við Rauðaborðið sko. Þetta er bara og þessar yfirlýsingar ráðamanna að þeir ætla að byggja 35.000 íbúðir og
og 4.000 bara á næsta ári. Ég skil ekki akkur þetta bara látið ganga svona, að bara þetta sé sagt aftur og aftur. Nú mættu þeir með akkurat á þessu degi þegar Samtök iðnaðarins komu með þetta, þá mæta þeir bæði Sigurður Ingi og Dagur að tala uppbyggingu í Vatnsmýrinni. Já, nú er búið að leyfa hana. Nei, það er ekki búið að því. Það er með skilyrðum og þá þarf að lækka húsin, þá þarf að endur... Já, þeir þurfa að aðlaga þetta eitthvað, þannig að flugvélarnar getur flogið það niður. Já, þannig að það er ekki þannig eins og verið útlöndað bara á morgun. Nei, það er ekki komið þann stað, sko. En þeir eru allavega núna að fara að byggja þarna. Hver á að byggja þarna? Sömu verktakarnir eru alltaf ekki að byggja annars þar. Hefur þú trúið því? Nei, þetta er innihaldslaust kjaftaði sem er bara boðið upp og í hvers skiptir sem að kemur fram fréttum það. Það er samdráttur í byggingum. Þá afgreiðir borgina með eitthvað innviðaráðundið, leifið. Þannig að þeir geta verið í fréttunum eins og þessu berga málunum og svo eru þeir ekki að gera það. Og svo fá þeir bara sviðið til þess að segja þetta. Og það er ég spurning hvað ætla fjölmiðlamenn að láta stjórnvöld plata sig oft Svo kannski næsta frétt samdrátt en samt það er svo flæði ekki á milli Nei, einmitt En það er margar hliðar á því líka minnst einhvern veginn svolítið margar hliðar á þessu að þið tala að byggja í Vatnsmýrinni líka svona mikið Þannig að í kringu flugvöllin að þess að taka hann. Já, það líka, það verður bent á þetta líka, þetta er ekki góður staður, bara svona samgöngum, því það er eiginlega bara einn vegur hann. Ég bjó eins og í Skerjafirði og það er bara einn vegur út í Skerjafirð. Svo ætlaði að gera brúna yfir á Kársnesi. Það er bara fyrir strætó. Já, hvað heldur að það veri lengi? Ég veit ekki, svo vantur hjóla. Ég heldur að það er ekki umferðar mannvirki til að taka við bílaumferðina. Það er að fara strætó var þannig yfir. Bara strætó. En ég hef þá kenningu að þetta breytist í bílabrú á no time. Ok, herðu, já. Það er sem sagt, talandum íbúabyggð að þá eru íbúarnir í Hjólhýsabyggðin í Laugardal líka aukandi núna. Það er alltaf svona félag í kvöld. Já. Gott við þeim. Já. Þau eru alltaf náttúrulega líka bara með þess að það er að reka þau í byrtu þeir en að fá þau eitthvað annað Já, þau fá ekki svör Nei, einmitt Það er bara og þau yfirgefa svæðið í maí Maí er núna að byrja á mánudaginn og þetta er heimili fólks og þau fá ekki svör Nei, einmitt, þetta er alveg svakalegt Já, ég vona þau verða náttúrulega bara og ég vona að fólk bara standi upp með þeim Ég held að þau þurfi kannski einhverja hjálp við að mótmæla þessu. Já. Herðu, Guðmundur Felix sem að fekk hendurnar. Hann geti bara mistar aftur. Það er líka meina sér að hafna höndunum. Og hann var svolítið bjartsýtt samt í kvöldfréttum RÚV. Já. Já, hann var svona frekar bjartsýtt. Hann er náttúrulega svona svolítið bjartsýtt maður. Hann er mjög bjartsýtt maður, hann er eiginlega óstjórnlega bjartsýtt. Já, hann er alveg svona ofurhugi. Hann er svona ofurhugi. Já. En kannski grætur hann þessa milli. Já. En hann þetta er mjög sterkur maður. Já, einmitt. En það væri rosa sorglegt ef hann misti hendurnar. Það er bara ræðilega sorglegt. Já, af því að þetta er eiginlega eina stórkostlestu sögum seinni ára. Já. Þegar maður fá hendurnar aftur. Algjörlega. En við byggjum fyrir honum eins og var sagt í kannan dag. Já, gerum það. Heyri, já, aðstofamenn eru að hætta hjá Pírötum. Já, það er eitthvað hálfkvæmna vísur það. Það er sömur hættu, aðrir þessu starfslokk. Það er einn eftir, framkvæmdastjórinn hættur, 2 aðstofamenn. Hekla Elisabeth sem er stand-up þau séð þannig í stand-upi, hún er mjög fyndin hún var aðstofamaður og svo maður sem hefur komið hingað, Karl Ólafur Hallbjörnsson, hann kom hingað og var að tala um kosningarétt barna sem eru bæði hætt sem aðstofamenn og svo framkvæmdastjóri líka það er nú alltaf verið svolítið svona átök í kringu, svona félagslega átök hvað heitir þetta? Samskiptalega átök samskiptavandi innan Pírata svolítið. Já, það hefur alveg loðað við
kannski það því að maður með svona létta svona fordóma kakvart píröðunum, eða ekki fordóma af því að þetta er svona nördaflokkur. Já, þetta er svona tölvu nördaflokkur. Það er svona uppruna. En það menna hinir eru allt svona vinsalu krakka klíkunar. Það er svona Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn er brekta vinsalu krakka klíkur. Akkurat. Og svo koma nördandir. Þau passa ekki alveg inn í stjórnmálin eru, fólk er alltaf veltaði fyrir sig okkur stjórnmálin svíkja alltaf og þessu er bara alltaf að vinna saman. Það er alveg sama hvað við erum að kjósa og saman hvað þau segja. Þau eru alltaf bara það er að þau akta eins og vinsalukrakkarnir. Það er bara það sem er í svona, það sem að fittar vel í hópin, að það láta þau gossa. En píratarnir reka svolítið illa í þessum. Í þessum, en hvað ég veit ekki. Herðu, Kristján er að hætta náttúrulega sem fráfarandi hitt lokaræðu, hefur ég sí. Já. Og Finnbjörn kom hérna sem að verður líklega kosin, en Ólöf Helga er ennþá í framboði. Hún er ennþá í framboði, já. Hún er ekki reyða tilbaka. Nei, ég held að frá Eflingu þá er Agnieszka líka í frambóði til miðstjórnar. Ég held að sé enginn í frambóði til miðstjórnar aðeins í frá Eflingu. Nei. Hvernig finnst það? Já, hvernig stendur á því? Þau vilja náttúrulega bara út, eða ekki? Þau vilja þau ekki bara helst út úr ASÍ líka? Nei, ég held að þau vilja ekki út úr ASÍ. Ég held að það sé bara það sama að þau sögðu öll þegar það gengu út, eða villi sagði þetta ekki. Bæði Ragnar og Sólveig Anna sögðu eitthvað í þá veruna þegar við gengum út af þinginu í haust. Þetta væri bara ekki þess virði. Það er ekki þess virði að fara eiga í öllum þessum samskiptavandað. Reyna að vera inn í miðstjórninni að bjóða sig fram til þess að vera varaforseti eða forseti með þennan djöfulgang. Og ég held að Efling hafi bara tekið þess afstöðu. Það var bara dálítið eins og var það ekki Drífa líka sem bara, það var ekki þess virði. Hún hætti náttúrulega, en ég meina Efling er ekki hætti í þessi. Ég held að það sé ekki málið. En að ég held að fólki þar nenni bara ekki að vera inn í miðstjórn eða inn í einhvern svona kostningum til þess að hlusta á fólk drulla yfir sig leidni löst. Ég held að það sé svolítið eins og starfgrunn bara ástæðan fyrir því að Efling er að fara út úr starfgrunn sambandinu líka. Já, það finnst mér vera svona það er að meta það svona taktíst með örmætti að Efling er helmingurinn á starfgrunn sambandinu. Og gætir hugsa sér svo að einhvern veginn kemur það samiki sem er eitthvað 55% af BSB velti fyrir sig, betur ekki best að við bara séum bara beint aðli í staðan fyrir að vera skilurðu. Ég held að það sé það er svona ákveðin togstrita sem að veldur því að þegar einhver er svona stór inn í svona samtökum. En það á ekki við ég held að Efling sé ekki að leiða út í Alþýðusambandinu, það er bara Vilhjálmur Birgisson sem heldur því fram. Hlustaður á ræðuna hans Kristjáns? Nei, ég er svona rendi yfir hann með að hann er að bauna á hann er oft komið hingað og þetta er í takt við það sem hann er að segja hér. Það er algjört vantrúsk eitthvað stjórnvöldum. Og sérreglur sem gildum hálunafólk. Já. Og sem er stjórn í samfélaginu. Það er svona upplifun verkefliðshreyfingarinnar að það sé svona elita sem að stýri landinu í takt við hagsmuni hinna ríku og auðugu og það sé eiginlega varla hægt að fá stjórnvöld til þess að stýra í takt við vilja almennings. Og þess vegna er þetta eins Ragnar Þóra að búa til mótmæla. Og þess vegna tala allir það, Sonja, BSB í gær og Finnbjörn og allir, að eiginlega hausti verði eiginlega úrslita orrusta það að fá stjórnvöld til þess að bregðast einhvern veginn við með einhver aðgerðir til þess að verja í almenning. Já, það væri forvitnilegt að sjá hvernig þetta væri hérna ef það væri einhvern veginn aukið beint lýðræði. Beint lýðræði? Já, hvort það myndi breyta ykkur. Það er ekki eins og Píratar en það er ekki eins og það. Nei, það er viss trú á því. Já, ég veit það. Því svo verður það átt svo rosalega íhaldsamt, sko. Já, ég meina Hitler til valda í beinu lýðræði. Já, nákvæmlega. En að því við erum að tala svona ástandið þá reknaði ég settin á samstöðuna örlög 7. flokks starfsgreinasambandsins þar sem að fólki sem er á þeim hann á ekki fyrir nauðþurftum en í samningunum sem voru gerðir núna í nóvember þá fór mínusinn niður í svona 20 krónur sem vantaði upp á
en hann komin yfir sko 40 skall í dag. Það búið að getast upp að svo bæði launahækkunin og aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að lagfæra persónuafsláttinn og það og hækka húsnæðisbætur. En það skilur þetta fólk eftir með sömu stöðu og var í ársbyrjun 2022 og ársbyrjun 2021. En framundan náttúrulega miklu meiri verðbólga. Já, og það var hagfræðingur að spá ennþá meiri stýrivaxtahækkunum líka. Já, svo koma vaxtahækkanir, en máli verður það að ef framfyrr sem horfir, eins og sagt ef að verðbólgan verður jafnt mikil og hún í þessum mánuði, eða síðasta mánuði, verður áfram, að þá mun þetta fólk vera komið í yfir 95.000 mínus. Já, hugsaður. Það og það er það sem að menn að tala haustið, að ef það verður ekki einhverja aðgerðir stjórnvalda til þess að mæta þessu, að þá verður bara 1000 manna og 1000 heimila bara keyrið ofan í sko örvendingar fulla fátækt sko. Það má lesa þetta inn á samstöðin ef að þið hafið áhuga. Já, einmitt. En erum við búin við fréttina? Heyrðu, það bara kannski síðasta fréttin, það svona að aukast slys vegna rafskúta. Já. Og það auðlýsingar herfirð. Já. En það á líka verið einhver viðurlög. Það má ekki breyta þeim henni fyrir hraðar. Er verið að gera það svolítið? Ég býð þetta nýri bæ. Já. Þetta það sem maður þarf að passa sig mest á. Já. Ég lappa á hverfiskutuna. Það sem að orðin til þess að koma fyrir hjólastígum. Það sem að rafskutunar á. Já. Men hjólastígum voru settir áður að þær væru. Þá gangstéttin svo mjó. Það mæti tveimur. Þá þarf þetta að stíga út á og maður kíkir alltaf sem aftur fyrir sig. Ég fann fyrir sig. Þá það að maður lappi fyrir rafskutur. Já, það voru svona ofurhjólarar í Kópavoginum alltaf á stígunum þar sko, sem fóru alveg hrikalega hratt sem maður var skítrættu við sko. Já, ég man þetta þegar ég var út í Skerjafirði, þá var það á göngustígunum þar. Meðfram sjónum sko. Og þegar maður lítur tilbaka og svo horfum maður fram og maður reikna með því að þú veist það sé safe. En maður heyrir ekki sko, maður heyrir ekki til þann koman til að en rafskúturnar, já, ég var að labbaða með hverjuskútuna mitt bara dögunum og ég tók eftir því hvað gangstéttin hrikalega mjóa. Það getur ekki mætt. Þetta bara alveg fáránlegt. Það getur ekki mætt fólki með barnavagn. Nei, einmitt. Og tveir saman loka, þannig að þú þarf alltaf að vera að stíga út á hjólastígin sem að ætti að vera í lagi en bara rafskúturna fara ansir hægt sko. Já, einmitt. Herðu, þetta komið. Þá ætlum við að ræða við formenn ýmissa almannasamtaka eftir augnablik lífskjarakreppuna. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is
Já, við ætlum að ræða, stöðuna í samfélaginu á dýrtíðartímum, þar sem að verðbólgan étur upp kaupmátt og brennir náttúrulega fyrst upp kaupgetu hinna sem eru með lægstu tekjurnar. Það er komin hingað fulltrúar ýmissa almannasamtaka. Sigríður Harpa Sigurðardóttir sem formaður ÖBÍ. Er ekki hægt að vera öryrkjabandalagið? Já, ÖBÍ réttindasamtök. Réttindasamtök. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtökina. Ekki NS, bara Neytendasamtökina. Bara Neytendasamtökin. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi. Akkurat. Og Laufey Líndal Ólafsdóttir, formaður PEP, samtaka fólks í fátækt. Verið velkomin. Við höfum verið að tala hérna í vikunni og svo sem oft við fólk úr verkefnishreyfingunni og hérna tónnin á þeim er eiginlega sá að það sé komið að stjórnvöldum að koma með einhverja aðgerðir gagnvart dýrtíðinni, gagnvart kaupmáttaskerðingunni. Ef ég byrja á þér, þið hljótið að vera saman á því? Já, við erum algjörlega saman á því. Ég held að þau þurfa að byrja á þeim hópur sem að verst standa í samfélaginu og reyna að koma þeim að betri staðhald en þeir eru í dag. Það eru öryrkjar. Það eru öryrkjar, að mínu viti. Og hvað er þetta að gera þar? Er það hækka örorkubætur eða er það aðgerðir í húsnæðismálum? Eins og stuðningskerfi, hækka barnabætur? Fátækustu börnir eru börn öryrkja? Já, algjörlega. Það er hægt að gera þetta allt. Og það þarf að gera þetta allt. Það þarf að hækka örorkulífeyrir, það þarf að hækka stuðningin húsnæðiskerfi, það þarf að setja leigubremsu á leiguverð og það þarf að það er bara allt sem þú nefndir. Hækka barnabætur, öll stuðningskerfi þurfa að hækka í svona árferði. Já. Laufey, þú ert í félagi sem er málsvari innan allra fátækustu. Hvað þarf að gera? Hvað er ég að byrja? Það er náttúrulega bara, okkar fólk er bara að finna fyrir náttúrulega núna að það er allt orðið bara miklu dýrara og verður dýrara og dýrara. Náttúrulega leiga fyrir þau sem eru á frjálsum markaði er náttúrulega bara orðin fáránleg. Ég meina fólk sem er til dæmis á framfærslu sveitafélags eða örorkubótum eða bara fólk með mjög lán laun, fólk sem er í hlutastörfum og svo framvegis. Leigan er náttúrulega bara komin fram úr þessum upphæðum, þannig að það bara liggur í augum úti að þetta gengur ekki upp. Og fólk verður með allan sinn pening til leigusalans og borða svo hjá hjálparisveitunum með samhjálp. Já, eða bara í lánin, húsnæðislánin. Það er fólk sem tók lán fyrir einhvern 5 árum eða 4 árum. Já, örugglega sko. Það er náttúrulega okkar fólk mjög sjaldan í þeirri stöðu að geta fengið greiðslumat. Og það sé einn og einn sem er náttúrulega að ströggla með það sko. En náttúrulega sem að aðskilur svolítið leigjendur og kaupendur er náttúrulega að leigjendur bara skilja ekkert eftir sig nema bara skuldir og afkomendur þurfa bara að hreinsa út íbúðinni sem að þannig að þetta er svolítið svona náttúrulega misskiptingin liggur svolítið þarna að miklu leyti. Svo var það náttúrulega þeir sem að fóru inn á tímabili lágra vaxta og tóku óverðtryggð lán vegna þess að þar var greiðslubyrðin minni að þau náttúrulega lentu í hryllilega í því og það er líklega myndi maður halda fólki sem var með svona rétt slappinn á húsnæðismarkaðinn til að losna út úr helvíti leigumarkaðins ungt fólk með börn og svona þetta er bara sem að brennir svo þessu. Já, svo er eitt svolítið mikilvægt í þessu samhengi varðandi leigumarkaðinn að samkvæmt skýrslu velferðarvaktarinnar sem að kom út 2019 en hún áður endar til yfir tíma sem var svolítið áður en kom 2019 og svo kom út önnur 2021 sem endurtókur rauninni sama stef og í fyrir skýrslunni þá kemur það í ljós að húsnæðiskostnaður sérstaklega þeirra sem er á leigumarkaði hann er óbærslega stór þáttur í fátækt fólks og það er að segja fátæktin hún fjórfaldaðist þegar var búið að taka húsnæðiskostnaðin inn í það var að segja fyrir húsnæðiskostnað eftir
þannig að sko og þetta fyrir einhverjum 4-5 árum síðan og síðan þá hefur húsalega til dæmis frá því 2017 hefur hún hækkað næstu 50%, þannig að sko þetta orðið miklu verra ástand heldur en að velferðarvaktin benti á fyrir nokkrum árum hvernig húsnæðiskostnaður hann rauninni sko býr til fátæktina vegna þess að sko það voru tæplega 40% þeirra sem voru á leigumarkaði sem voru fátækir vegna þess að voru á leigumarkaði á meðan að sko þetta var ekki nema 7% fyrir húsnæðiskostnað. Þannig að sko það þessi kostnað sem að býr til fátæktina og þetta sérstaklega slæmt fyrir þá sem á lífeyri og sérstaklega slæmt líka fyrir þá sem á framfæri sveitarfélagana vegna þess að upphæði til dæmis eins og hjá Reykjavíkurborg þar hefur upphæðin sem að fjárhagsstöðningur fyrir Reykjavíkurborgar hann hefur ekki hækkað í fyrra þó hann að gera það samkvæmt lögum. Hann 212.000 krónur ef hann hefði fyllt verðlagi frá þetta samþykkt í febrúar 2021 að hann verið 258.000 hann ennþá 212.000 krónur en á sama tíma hefur verðgildi til þess húsnæðisbóta dregið saman um 20%, það 19,5%. Þannig að kemur allt niður sko, það með öll stuðniskerfin þau ýta fólki út í fátækt alveg þvert á markmið. Í svona rannsóknum sem hafa verið gerðar á fátækt þá kemur fram að það eru svona 3 þættir sem eru helst ýta fólki í fátækt. Það eru öryrkjarnir, það eru leigjendurnir og nú horfum ég á Laufi bara að það eru einstæði foreldrar. Já, einmitt. Þú ert einstæði foreldri. Já. Og þetta eru hóparnir sem og þetta alltaf sýnir að sko grunnkerfi samfélagsins er eitthvað til brostin að við sjáum ekki nógu vel þá sem að missa getuna til þess að starfa. Já, ég held að þetta hafi bara brostið þarna 2007 og ég held að þessi 2008 og ég held að þetta við sem að horfa kannski var einhvern veginn fólk bara rétt úr kútnum fyrir einhverjum 4 árum en í dag held ég að við séum bara að horfa upp á aðra, hvað maður segja, kollsteypu þar sem að fullt af fólki lendir einhvern veginn svona út af og lendir þá jafnvel inn á örorku og vegna þess að það missir algjörlega fótana í lífnu að þeirra getur ekki borga reikningarna sína eða sé sér sjálfum sér farborða eða átt heimili. Já, linnulaus afkomu kvíði getur valdið örorku. Algjörlega, það sáum við bara í kjölfar hrunsins og við erum búin að fara núna gegn COVID og fáum svona þetta beintunni COVID-ið. Þannig að ég held að þetta geti orðið mjög erfið staða og stjórnvöld, ég veit ekki alveg á hvaða vegferð þau eru en þau eru allavega ekki sama báti og aðrir í dag held ég. Breki, hvernig lítur þetta út frá þér? Hvort hefur verið að það alltaf vera dýrara? Getur þú lækkað þetta? Nei, það væri fínt það meinu handtækin en sko náttúrulega þessi stöðuga og mikla dýrtíð þessi miklu verðbólgu tímar þeir færa verðmæti í samfélaginu til á ósanngjarnan hátt og gjarnan frá þeir sem minna mega sín og til þeirra sem hafa ágætt. Við sjáum það að stýrivextirnir þeir eru ekkert hannaðir fyrir þá sem skulda ekki, þeir eru hannaðir fyrir þá sem skulda. Það er skuldara sem þurfa að bera þyngri byrðar. Í baráttunum við verðbólguna, það er all byrðin lögð á skuldara til þess að með þessu stýrivextir. Nákvæmlega og við sjáum þetta, ég held að þeir hópar sem hér eiga representanta eru ekki þeir sem eru taka tásumyndir á tenni, það er ekki þeirra að lækka einkaneyslu eins og Seðlabankastjóri vill gera og við sjáum það sko meðan að í 6 mánuði í röð hefur verðbólga verið að lækka í Danmörku til að mynda þá er hann ennþá að hækka hér og eina ráðið sem við höfum er sko að líklega verður í 13. sinnið hækkaði stýrivextir. Ég lýsti því nú fyrir nokkrum vikum síðan að það að endurtaka sama hlutin og búast við nýrri niðurstöðu væri merki galskap og þetta er bara galskapur að gera þetta og við sjáum ekkert
ekki ráðist að vandanum. Vandin er að það skortir húsnæði og sá vandi verður náttúrulega ekkit leystur 1, 2 og 3. Þetta gerir þann verri vegna þess að vextin hækka sem eru færri sem hafa efnað að kaupa sem að leiði til þess að verktakarnir framleiða minna húsnæði. Já, og samkvæmt skýrslu BHM þá arðsemi nýbygginga húsnæðis 95%. Þetta er náttúrulega alveg gali, sko. Nú þurfa þurfa almannasamtök að stíga fram og endurvekja eitthvað kerfi eins og verkamannabústaði á sínum tíma eða eitthvað slíkt, þannig að fullum ákafa. Því að svona augu allra beinasta stjórnvöld þurfa að gera eitthvað og nú eru þið í samtökum sem eiga oft erindi við stjórnvöld, eru bend á hitt og þetta. Og ég held ég að tala við öll ykkur það að hvað það getur gengið erfilega og mér fannst það eitt af því sem að Ragnar Þór og fleiri hafa verið að segja að það sé eitthvað skrítið við það að almenningur þurfa að sækja svona stífta stjórnvöldum til þess að þau stýri út frá hagsmunum almennings. Og ekki nóg með það, við þurfum að verja þann þó rétt sem við höfum nú þegar. Við sjáum það til dæmis í COVID þegar átt að gera almenninga lánveitendum ferðaskrifstofa og taka frá okkur stjórnarskrárbundin rétt okkar. Það var alltaf fyrsta hugmyndir og fyrsta hugmyndin er alltaf vörpum byrðarnar af okkur á þá eða þau sem Og hver þetta okkur í þessu? Til dæmis þau sem hér Nei, ég segi að varpa byrðunum af okkur. Og við sjáum það, sko, að við þurfum að vera í sífelldri baráttu bara við að halda í horfinu, sko. Alltaf vera að verja það sem og við höfum alltaf og víglínan færist eins og í ykkar tilfelli víglínan hefur færst svakalega frá hruni bara alltaf aftur og aftur djúpt inn fyrir hungurmörk. Já, svo er þetta ekkert einfalt eins og við þekkjum öll að vera andlag stjórnvalda og í svona stjórnvald sem er svona treg til og vera svona oft á tíð bara veikburða almannasamtök sem andla stjórnvalda í svo gríðarlega stórum og mikilvægum málaflokkum og þeir leika sér ofta að því bara svona að halda þessum andlagi veikburða og sína mikla tregðu svo á móti þegar þau sína einhverja burði til þess að sækja fram. Þetta er náttúrulega þetta er svona útvatna siðferði að haga hlutunum svona, sko. Ég bjó í Danmörku og þar voru mikið virðing fyrir svona samtökum og þau voru yfirleitt svona sérstaklega samtökum eru mikilvæg fyrir samfélagi. Þau voru ofta tíðum fjármögnu annarkvort í gegnum samfélagssjóði eða ríki leigjendasamtökin og neytendasamtökin í Svíþjóð er þetta stolt Svíþjóð, sko. Þegar þeir eru að stæra sig á samfélaginu þá nefnaðu samtöku eins og ykkar. Já, og í Danmörku líka, það sem ég bjó nú lengi að þar eru einmitt krafturinn í neytendasamtökunum þar kemur í gegnum beina styrki frá hinu opinbera og það er alveg rétt að almannasamtöku eru bara jafn sterk eins og rauninni stjórnvöld vilja á hverjum tíma á hverjum stað og þau gætu verið miklu sterkari hér á landi ef það væri áhugi fyrir því. En samskipti við stjórnvöld, það var hérna í gær Guðmundur Ingi Þóroddsson sem er formaður Afstöðu félags fanga hann sagði einhvern veginn ég vil ekki fara í ennett stýrihópinn. Ég bara vil það ekki, sko. Og þá spurði hann aðeins út í þetta og þá lýsir þessu þannig að hann situr með einhverjum starfsmönnum og ráðuneytunum og ýmsum stofnunum. Hann er eini sem er í sjálfboðaliða starfið þarna á meðan að einir eru og ég spurði lítur þetta út bara eins og dagvist fólk sem að vinnur í ráðuneytunum og hann bara tók út við það og hann sagði bara ég get ekki meiri í stýrihópa, sko. Það verður að koma bara einhverja aðgerðir. Þið kannast við þetta? Já, kannast við þetta. Ég kannast vel við þetta. Ég hef hlustað á viðtalið til Guðmund og hann fer fyrir náttúrulega alveg stórmerkilegum samtökum sem að hann er búin að rífa upp. Og sýnir mikilvægi þess að hópar hafi rödd. Gríðarlega mikilvæg samtök en ég þekki þetta ástand sem að lýsir að sitja ólaunaður sjálfboðaliði kannski eini málsvarin í stórum hópi fyrir stórum hagsmunum og svo eru svona
svona, ég mynd fólk innan og ráðunendunum, einhverjir hagfræðingar og lagfræðingar og svo kemur yfirleitt aldrei neitt úr þessu sko. Þetta alveg útvatnað þvílíkt á leiðinni sko. Já, við þekkjum þetta náttúrulega, við viljum emdir, ekki nefndir aðgerðir. Og þið þekkið þetta í PEP sem eru kannski fulltrúa fyrir það sem að allir stjórnmálamenn segja að sé eitthvað sem við verðum að útrýma. Já, sem er grimmasta fátæktin. Ég náttúrulega svo nýkomin PEP-ið var bara stofnað sér sjálfstæð samtök bara núna fyrir áramót. Þannig að það svona ekki alveg komið reynsla á þetta fyrir hönd PEP en ég var áður formaður félagsins foreldra og það var fyrir það var bæði í kringum hrunið. Ég held ég minna að ég hef tekið við sem formaður 2006 og einmitt til 2010. Þannig að þetta, þú veist, ég einmitt upplifði það einmitt að sitja í svona nefndum og svona og alveg gríðarlega margir klukkutímar af frýri vinnu fyrir stjórnvöld og svo var skýrsla og allir klöppuðu og svo náttúrulega hefur ekkert frestað henni síðan sko. Þannig að ég þekki þetta mjög vel og líka bara þessi barningu fyrir sko fjármagni til þess að styðja skjólstæðinga ríkis og sveitafélaga en svo einhvern veginn kemur svo opaslega lítið tilbaka, það alltaf bara brota af því sem að kostar að halda úti starfseminni sko. Ég man eftir einu sko, ég er að minnast núna þegar ég vann út í Danmörku á skipulægin þar, þá var verið að leggja hjólastígu gegnum eitthvað hverfi og það þurfti að fara í ægilega mikið samráð við íbúana og þetta myndi alltaf senka og gera allt þungt í vöfum og svona og það var eitthvað svona ungur sérfræðingur sem sagði það er algjör óþarfi að fara í þetta fjárhans samstarf og samráð við ráðum hvað sem er niðurstöðinni þetta er tónni sko, en þetta er náttúrulega þeir fara þó í samráð en þeir ráða niðurstöðinni hvað sem er sko. Þetta er bara sýnda mér sko. Ég man að þeir sem að enduristu leyendasamtökinu það voru endurist mörgursunum síðustu 100 ár stuttu til hrun að þegar við vorum að tala við þau, þá var eiginlega ráðleggingi svo ekki láta draga ykkur inn í fundarherbygginu í ráðuneytunum. Því að þau höfðu farið þar í vonum að það væri eitthvað að marka það sem var að gera og komu eftir 3 ár tómhent út eða eiginlega það var ekkert gert til þess að styðja sjálfsögðar kröfur leiðenda. Og meiri segja, voru ýmsir hlutir gerðir verri frá því að samtökin voru stofnuð að þá var til dæmis börðustu fyrir því að lögin samvinnufélög þannig að þetta einstaklingar getur hópað sér saman og byggt húsnæði sem var gert á 5., 7., 7. og 8. áratugnum í gríðarlega miklu magni að það var eitt af kröfum leyendasamtakana að lögunum eru einfaldað að stofna og reka og fjármagna þessi félög og lögunum var svo breytt en lögunum var breytt þannig að það er ekki hægt að reka þessi félög fyrst þegar ég tók það óratíma fyrir það sem var prófuð eftir að lögin voru samþykkt að stofna og það tók tíma en í 4 ár hefðum ekki tekist að fá nokkuð viljir hvorki fyrir lóði eða fjármagni vegna þess að það er skrifið eitthvað ákveðin inn í lögin að félögin þurfi að vera fjársterk og þurfi að geta keypt eigur af félagsmyndum og svoleið sem er hvergi annars staðar. Þannig að ekki sér gert ráð fyrir því að verði aldrei eftirspurn eftir ódýru leiguhúsnæði. Þurfur, kannast þú þetta svona það verið að draga ykkur til samráðs og þau verið með og svo komið kannski alltaf með lítið tilbaka og það er svona valkosturinn á ég að vinna með stjórnvöldum eða á ég bara að fara í andstöðu. Já, ég kannast mjög vel þetta og ég veit ekki hvað mörgum stýruhópum nefndum og ráðum við höfum setið og sérstaklega búið verið hún í vetur alveg gríðarlega vinna hjá fötluðu fólki að sitja í alls konar hópum núna varandi innleiðingu á landsáætlun fyrir samning þjóðum réttindi fatlaðs fólks og þetta er ofsalega mikil vinna og náttúrulega flott og við auðvitað bara erum eins bjart í sín eins og við þorum að vera að þetta verði þá endanum eitthvað og ég held að þetta er svona kannski fyrsta skipti sem að maður leyfir sér að vona það en oft á tíðum kemur ekkert út úr því sem við erum að þessum hópum og við sitjum oft eftir með bara ef við náum einhverju fram og þá er það svo lítið og fyrir svo
ofsalega mikið, hvað að segja, það er svo mikið afl og mikið kraftar sem maður þarf til að ná fram svo litlu. Við erum alltaf einhvern veginn svona, þetta er svo þungt, það er sem að sé alltaf að synda í olíu eða einhverju álíka. Já, akkurat. Breki, þið hafið svona tekið svona afstöðu, þið farið í mál og þið eru að reyna að vera svona reka eiginlega ykkar baráttu svona án þess að sogast inn í ykkur fundarherbyggi. Já, það er eiginlega... Þið eru ekki mikið að hringja bjöllinni á stjórnvöldum. Já, við höfum reyndið að fara báðar leiðir, við höfum vakið athygli á því reglulega og bara eins og ég hljóma eins og Kató gamli þegar ég segi alltaf að neytendasamtökin á Íslandi séu einu neytendasamtökin á Norðurlöndum sem ekki njóta beinna ríkisstyrkja og en jú, við erum höfum farið í mál og með dyggri aðstoð verkalýðshreyfingarinnar bæði gegn smálarna óáreininni og síðan gegn bönkunum. Við teljum að vextir, breytilegi vextir bankana og reyndar lífeyrissjóðana líka út í það að farið, það séu ólöglegir eins og þeir eru eins og skilmálarnir eru og framkvæmt vaxtabreitingarna er. Hvorum megin í þeirri baráttu ríkisvaldið? Ja, við vorum einmitt að bara fá í gær að fá greinargerðir í máli sem við rekum fyrir EFTA-dómstólnum og þar við höfum gert það áður, við erum með annað mál gegn Landsbankanum og þar var munnlegur málflutningur í mars, núna verður munnlegur málflutningur á næstu vikum væntanlega, en greinagerðirnar voru gerðar opinberar í gær og þá kemur fjármálaráðuneytið með greinagerð þar sem þeir leggjast á sveif með Landsbankan, með Íslandsbanka í þessi máli og segja að þetta sé bara já, eins og enskurinn myndi segja fine and dandy. Þeim séu nánast í sjálfsvald sett hvernig þeir hækka vexti séu lánin með breytilegum vöxtum. Það er svolítið annarlegt að almannavaldið sé ekki með almenningi. Nei, og þetta er náttúrulega, og framkvæmdavaldið náttúrulega, þetta er sko óskiljanlegt sér í lagi þar sem Neytendastofa hefur úrskurðað þetta ólöglegt. Að þarna er stjórnvaldsstofnunin Neytendastofa og áfrýjunarnefnd neytendamála líka sem er svona yfirnefnd þeirra hafa báðar úrskurðað svona vexti ólöglega og svo kemur fjármálaráðuneytið og í greinagerð ver þetta ástand og segir þetta rúmist vel víst innan ramma lagana og að lögin séu rétt innleidd með Evrópurétt og það er svo áhugavert að þetta gengur að því að bæði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og ESA, eftirlitsstofnun EFTA sendu líka inn greinagerðir þar sem báðar þessar stofnanir voru lögðust með okkur í lið en fjármálaráðuneytið á Íslandi er ósammála framkvæmdastjórn Evrópu og eftirlitsstofnun EFTA. Guðmundur, þú kannast við það að stjórnvöld standi ekki með fjöldanum, standi frekar með þrengri hagsmunum? Já, svo sannarlega. Og þetta er mjög undarlegt ástand að stjórnvöld velji það að eins og í tilfelli leigumarkaðarins velji það að lungin af ráðstöfurum fyrir leigjenda fari í hít leigusala frekar en að fara inn í hagkerfið og svona skapa störf og leigjendur neyti menningar og dagradvalar og ferðalaga. Þetta er mjög sérkennilegt afstaða og mér finnst alltaf svo erfitt að hugsa til þess að sjálfstæðisflokkurinn hugsanlega er svo flokkur sem verð þetta með sem mest þetta ástand með kjaft og klóm. Hinn stjórnarflokkarnir er að benda á hann og kenna honum Já, svona það hefur verið svona tónnir svolítið. Ég segi þetta bara. Já, en þetta er náttúrulega flokkur atvinnurekenda og þetta eru flokkur verslunar eigenda og maður myndi ætla að svona þeir sem eru í rekstri höfuðborgarsvæðinu myndu freka vilja það að leigjendur gætu komið hverju mánaðamót og tekið þátt í samneyslunni svolítið á svona svipuðum nótum eins og aðrir í staðin fyrir að þetta fari allt í vasan hjá Heiðari Guðjónssoni í sín eða Guðmundi Oddssoni hjá Logos og bara þess að styrkja stöðu þeirra á húsnæðismarkaði. Þetta er mjög sérkennileg afstaða að neita
leigjendum þetta réttmæta hlutdeild í ráðstöfunum fyrir sínu og þar með taka þátt í samfélaginu og þetta verður að skattfé eins og skot og eflir og skapa störf og allt það. Ég líka spurt marga hvernig SA getur að vera á móti leigubremsu eða einhverjum svona aðgerðum vegna þess að þeir að semja laun og þeir fá láglauna fólki til sín sem gerir kröfur hærri laun vegna þess að það er svo stór hlutaður launum sem fara í leigu. Hvernig getur SA ekki sæst á aðgerði til þess að halda aftur og hækka leigu? Ég ekki fengið neitt til þess að svara þessu. Það engin lógík í þessu. Það segja bara þessu trúarbrögð. Já, þetta engin lógík í þessu, bara ekki nokkur og líka á samanskapi að verkalýðshreyfingin sjálf seti ekki þessar kröfur á oddinn að 50-60 manna starfslið sem búin að vinna kröfugerð kannski í 2-3 ár innan þeirra vébanda nái svo að hluta til sínum kröfum fram með illan leik að svo komi bara matarsískin og hyrði það og gott betur á fyrstu vikunni að þá til einskis unnið með launahækkunum eða hækkun húsnæðisbóta? Nei, bara ekkert. Herðu, Ragnar var að tala að fólk þyrfti að fara út að mótmæla út á götu og það var hugmyndin var svo að ef að almenningur lætur ekki í sér heyra að þá stýra stjórnvöld í takt við ykkur aðra og þá þetta svona hugmyndum það að til þess að lýðræði virki að þá þarf almenningur að virka þáttöku í lýðræðinu. En í þessari lýsingu þegar hann var að tala um verkalýðshreyfinguna og þau geta bara náð vissu út úr kjarasamningum og svo eftir með þingið og lýðræðisvettvangin og svona, þá vantaði eiginlega frjálsu félagasamtökin í þessa hugmynd hvort að, og þá er spurningin skiptir það bara máli fyrir lýðræði í samfélaginu að PEP eða leigjendasamtökin, við nefndum Afstöðu eða Neytendasamtökin eða Öryrkjabandalagið séu bara öflug. Er þetta fjárfesting í góðu samfélagi að efla ykkar samtöku? Ég vona að þið svari ekki bara til þess að þið geti byggt upp höfustöður eitthvað staðar. Það er ég að meina að því að sumuleyti er það einkenni okkar samfélagi hvað þessi samtök. Við erum með ótrúlega sterka verkefnishreyfingu. Það er bara allir í verkefnishreyfingunni eiginlega en við erum með veik almannasamtök. Já, þetta er náttúrulega rosalega mikilvægt. Ég held að sé bara, ég meina, þú veist, þetta náttúrulega liggur allt svolítið hjá okkur og sem er svolítið sorglegt að því að við erum kannski fólk sem hefur ekkit endalausa tíma í sólarhringnum og náttúrulega margt af okkar fólki er bara búið að missa líka bara trúna á missa vonina. Já, bara og einhvern veginn þú veist, það þýðir aldrei að gera neitt, þýðir aldrei að kjósa, það kemur alltaf þú veist, sami grauturinn í sömu skálinni en þú veist, auðvitað er að gríðarlega mikilvægt og meina við höfum náttúrulega gríðarlegan mannafla í öllum þessum samtökum. Við bara þurfum svolítið að taka höndum saman. Þannig að mér finnst þetta persónulega alveg frábær hugmynd bæði hjá Ragnari og líka bara þetta er náttúrulega hugmynd sem er sótt náttúrulega bara út í heim líka að svona almannasamtök taki höndum saman og gera eitthvað. Af því að náttúrulega augljóslega eins og við erum búin að vera að tala um stjórnvöld er ekki að hlusta. Það er einhvern veginn aðgerðirnar er alltaf, þú veist, við erum kannski að biðja um þetta og það er bara já, nei, við skulum gefa ykkur þetta í staðinn. Þú veist, og við búum náttúrulega bara í þessu grimma markaðshagkerfi og allt á einhvern veginn að vera á forsendum markaðarins og eins og er þetta alltaf einhvern veginn bara einhverjir handfylli af aðilum sem að græða á okkur og við erum einhvern veginn bara einhverjir svona endalausir þrælar og leiguliðar og megum ekki eiga neitt eða gera neitt. Mörgu þessi samtök eru komin mjög skammt á veg. Við nefndum Afstöðu sem er kannski 8 ára starf það sem er eiginlega bara að opna fyrir það að fangar hafi möguleikur rétt sem bara var ekki aldrei rætt í PEP hefur opnað umræðum fátækt og ég held að sé kannski 8 ára eitthvað lýsa sem að það var eitt kveik þáttur og það er svona einstaka viðtöl og leigjendur hafðu enga rödd ég tekkaði náði í RÚV að þangað til að tala við þig að þú liði eitthvað 3 ár frá því að tala við leigjenda í allri húsnæðiskreppunni RÚV hafi ekki talað við leigjendi í 3 ár Þú þekkir þetta líka að fá öryrkja til þess að bara hafa rödd þannig sem hlusta á það neytendur sluppu nú inn eftir með 1960 Já, 53 úr samtökin en að gangast við því að vera neytandi Já, nákvæmlega Það er kannski breiðari hópur Það var líka áhugavert, það var ekki fyrir að 60 og 2 þegar að John F. Kennedy segir að sé til neytendur þá allt í hennu fór heimurinn að taka við sér og bekjanna neytendur sem einhvern hóp með einhvern réttindi sem ætti að hafa vald á móti framleiðum
og það áhugavert að neytendabaráttan kemur eiginlega frá Bandaríkjunum þanniglega sko, þó að neytendasamtökin á Íslandi séu og í Skandinavíu séu eldri heldur en það. Ég held að sé mjög mikilvægt að svona samtök séu öflug vegna þess að þau eru mjög nálagt hagsmunum félagsmanna sinna og þau geta veitt alveg ótrúlega mikið fróðleik og greint stöðu síns hóps miklu frekar heldur en kannski verkalýðshreyfingin sem er með hópa innan sinna bjábata á allt öðrum forsendum heldur en svona sértæk hagsmunasamtök sem eru þá að atast í þessum sérhagsmunum sína félagsmanna. Það er mjög mikilvægt að þessi samtök séu öflug vegna þess að þau geta líka aðstoða stjórnvöld við að gera sínar áætlanir og sínar stefnur vel úr garði vegna þess að mjög erfitt fyrir til dæmis 28 ára gamlan hagfræðing inn í fjármálaráðuneytinu að koma með eitthvað svona innlegg inn í frumvarp sem á að tryggja öryrkjum aukin réttindi eða fátæku fólki eitthvað framgang í lífinu. Það er ekki innsýn inn í það hvernig það er að vera leigumarkað. Nei, ég segi þess vegna er svo mikilvægt að þessi samtök séu öflug og það sé virkilega þeirra framlag sé tekið og metið að verðleikum en þetta sé ekki bara símta samtala og varandi markaðin það var kannski sög sé ef að ríktu svona hefðbundi markaðslögmál til að byrja með ekki bara það að markaðin ráði ekki öllu við eru bara ekki hefðbundi markaðslögmál í gangi, það er fákeppni allstaðar og samningsstaða fólks er náttúrulega bara alveg ömuleg þó að það stangist hreinlega bara á við lög Þið voru nú með slagorð lengi og eru líklega ennþá ekkert okkur án okkar eða ekki, þetta ennþá Það snýst þetta að fólk sem ekki hefur innsýn inn í ykkar málefni sé ekki sífellt að taka ákvarðunum hvernig þið hafa það. Þannig að við fáum að komum að borðinu og getum lagt til málana og það sé á okkur hlustað og tekið til greina þess að segjum. Það er kannski oftast þannig að það er ekki tekið til greina þess að við segjum. Þess vegna staðan kannski eins og hún er í dag, ekki góð og þannig að Eru þið í stjórn Tryggingastofnunar? Nei, við erum ekki í... Enginn frá ykkur? Nei, ekki sem ég. Og enginn aldraðu kannski heldur? Já, það er aldrei langt sem ég skoðaði hverjir væri stjórn. Finnst ykkur þetta eðlilegt til dæmis? Tryggingastofnunar er búin til fyrir öryrkja og aldraða, fyrst og fremst. Það er einhverjum smá mæðrastyrkir en það? Já, þeir eru milli... Fyrst og fremst er þetta bara þjónusta við öryrkja og aldraða. Þeir hafa milligöngu með meðlög líka og eitthvað fleira. Þetta er að breyta svolítið mikið, ég rak augun í það. Er leigjandi í húsnæðisstofnun? Það er stór efeg, ég veit það ekki, en að því að við kannski við erum að okkar vettfólkum að kíkja inn á þessu úrskurðarnefndir og svona. Og tók ég eftir að þegar til þess úrskurðarnefnd húsamála var sett á laginnar, þá var gert ráð fyrir því að það væri fulltrúi leigjenda í úrskurðarnefndinni en því er svo breytt fyrir einhverjum 10-14 ári síðan eitthvað slags, þá nú er þetta bara staði fyrir lögfræðingarna og hugsanlega einhvern matsmann en þannig að að það er meðvitað verið að eyða út áhrifum þeirra sem að búa við ástandið það er ekki vera að byrja okkur búndi og menn áttar sig ekki á því að það sé heppilegt heldur sjá þeir að það hefur verið gert áður taka meðvitað ákvörðum það er ekki gott að hafa eitthvað sem er nálagt ástandinu þekkir það einn skinni og býr kannski við það vera með í einhverju ákvarðantöku eða móta úrskurði. Þetta er mjög sérstakt. En á hverju heldur það sé? Er það að því að þeir óttast að leigjandi myndi sveigja þetta eitthvað ef það væri öryrki í stjórn Tryggingastofnunar myndi bara ausa peningunum til öryrkina, þetta snýst ekki það. Það snýst ekki frekar að bara fólk hafi eitthvað innsýn inn í það málaflokka sem er að fjalla Er það ekki hugmyndin? Það er hugmyndin. Það er bara þannig. En það er litið á þetta eins og það sé ógn af því. Já, það er allavega verið þessar rættir ekki vera eiga mikið upp á pallborðið og einhvern veginn vera ítt út og það er margt sem gerst kannski bak við tjöldin sem að maður einhvern veginn áttar sig ekki á fyrir löngu seinna. Við erum að skoða alls konar lög og reglugerðir og það er ýmislegt sem það þarf alveg
passa það sem að kemur inn sko, og bera það saman við gömlu lögin og sjá hvort að eitthvað annað hafi svo bara dottið út óvart. Maður lendir í því stundum. Ég held líka stundum og ég held að líka stundum í svona samstæðan þá sko séum að sko til óþæginda. Þó að sko niðurstaðan kannski svo sama að sérfræðingarnir taka þessu ákvörðun þeir ráður svo hvað sem en þá bara leiðist þeim þetta að vera með eitthvað sem að benda að þetta sé nú ekki réttlátt og að þetta sé ekki rétt að gera þetta svona, það var ekki beðið þetta svona. Og ég tók eftir þessu þegar ég satt í þessum samráðshópi leigumarkaðinn að við vorum 23, ég var eini leigjandinn og hann var fullur á allra leigufélagana og fundarstjórum var leigjandi og makinn leigusali, fundarstjórum var leigusali, maki hans var í stjórn Heimavalla og ég var sífellt svona að grípa fram í og tala hagsmuni leigjenda og þetta þótti bara til óþæginda, þetta truflaði flæðið á fundinum það var svona kváð yfir þessu og andvarpað og svo reynilega bara stoppar af og bara tímið þinn búin Guðmundur og þannig að sko þetta var til óþæginda því niðurstaðan var fyrirfram gefin sko. Það voru svona partypúper. Já, svona þetta var til, En nú ég veitnaði á það í kannanir sem hafa sýnt að það sem ítir fólki helst út í fátækt eru öryrki og sömlítið held ég að sé hægt að segja það sé að stefna stjórnvalda frá hruni að skerða kjör öryrkja. Ég held að sé hægt að bara segja það. Já, ég held að það sé bara ég held að sé ekki vegna þess að vissi ekki af því eða eitthvað. Ég held að það sé bara stefna og maður heyri það svolítið í hvernig stjórnmálamenn tala að það sé eiginlega hættulegt að kjöri sér og góð þá bara fjölgi öryrkjum, alls konar hugmyndir. Þá það bara áherslan á það að öryrkjum fjölgar og þeir hafa það svo gott og svo þetta ósanngjarnt gagnvart því fólki sem lægstu launum ef öryrkjaskildinu vera á svipum launum og lágmarkslaun, það nú bara alls ekki nógu gott og hann bara örugglega vera eitthvað lægri og það þannig auðvitað en þann dag í dag og þannig að En heldur það sé krafa frá fólkinu á láglaununum? Það sé krafa hjá strætisvagnsbílstjórunum að öryrkja sem kemur í strætó sig að lægri laun? Nei, ég held að það sé ekki þannig. Það sé bara stjórnmálamenn sem búið þetta til. Og ég held að það gerir sér allir grein fyrir því að enginn sem er á lægstu launum hefur það gott. Hvað það heldur fólk sem að býr við ýmiss konar fallanir og getur ekki farið og ná sér í auka sportslu næsta vegna þess að það kostar þá missur við bara eitthvað af örorkulífeyrinu þínum eða missur eitthvað réttindi þannig að og þetta náttúrulega hefur maður verið að benda á og svo ótrúlega furðulegt en núna þegar stjórnvöld að hamast við að svona íta því að falla fólk eigi að hafa tækifæri til að fara út á vinnumarkaðinu svona sem enda bara mjög gott að margir sem að 50% sem telja sig hafa einhverja vinnugetu og vilja taka þátt í samfélaginu og vilja fara á vinnumarkaðin að leið sko það hækkuð frítíkumarkið hækkað en það skildar eftir skerðingarnar þannig að ef þú ert með framfærslu upp og þá er hún að byrja á því að borga hana niður áður og ferða að fá eitthvað í vasan og vinnur frítt margar fyrstu klukkutíma. Já, ég menn þannig að þeir sem að hafa eitthvað þetta getur verið gott fyrir þá sem einhverstaðar yfir 100.000 krónum í tekjur en fyrir þá sem eru undir þeim af því þeir eru að vinna bara 20-30% að það færði ekki til vasan. Þannig að þetta er rosalega, þetta vinnur gegn sér og það er rosalega erfitt að reyna að fá menn til að taka bara þessa skerðingu út. Þetta var nú kallu krónu múti krónu skerðingin fyrir nokkrum árum og þá hafðist nú að þetta var 65 eurar á fengur 35 afslátt þannig að síðan þá hefur bara ekki verið hægt að þoka þessu niður og þetta er eitthvað svona tæki. Ég held að öryrkjar hafi verið að berjast við svona hálfgert ofurefli frá hrunni út af þessu. Það sé bara komin stefna stjórnvalda að halda kjörum öryrkja niðri. En það sem að því að hinnir hópandi voru einstæði foreldrar og leigjendur og þá vil ég spyrja, er það ástæði fyrir því að þessir hópar falla frekar niður í fátækt að samtök þeirra hafi ekki verið nógu öflug?
Já, þau hafa minnst okkursti ekki geta náð þeim árangri sem að stemt var að, þannig að auðvitað hafa þau... Ég ekki að saka ykkur að vera ekki nú öflug, þetta bara 1-8 ár síðan að vera endurist. Nei, en að sjálfsögðu þó að samtökin sem að þessi samtök sem stofnum 2013 og störfuðu með mjög miklu krafti hérna framöndu 2020 að þau unnu vel í þessum málum öllum, en þetta var allt sjálfboðalega starf og fólk sem var að reyna sitt besta, en auðvitað ef að þetta hefði verið svona kerfi í kringum þetta og það var burði til þess að fylgja þessu eftir og hugsanlega kalla eftir sérfræða aðstóð og alls konar aðstóð, það var náttúrulega ekki orðið meira ágengt, en fókusin á þessum tíma, Guðmundur, var svolítið að breyta húsnæðiskerfinu, að búa til leigufélög, að búa til einhvers staðar sem að væri hægt að sleppa inn í sómasamlegt kerfi, frekar heldur svona hagsmuna barátta fyrir leigjendur. Já, það er skrif... Það var meiri áhersla lögð á svona kerfisbreytingar húsnæðismarkaði þessu tíma. Já, það er skrifað inn, menn maður sér þetta sumstaðar í svona löggjöf að það er gert ráð fyrir því að sé heilbrigður leigumarkaður það er mér að tala að heimildir ráðherra til að lækka leiguverð bara sjálfur, bara heimild ráðherrans að allt húsnæði sem hafi fengið húsnæðisjóðslán eða stofnframlög, að þar geti ráðherran lækka leiguverð. Það er skrifað með þess að bara inn í lögin þessa sjóði. Þannig að það er gert ráð fyrir því að myndi skapast svona eðlilegu leigumarkaður, og þegar var líka svona í og með orðræðan þegar það var verið að selja þessa eigur allar úr íbúðarlánasjóði, þá fylgdu þeim lán sem að skildu kaupendurnir þess að reka leigueiningar óhagnaðardrifið, sem að við vitum náttúrulega þeir losuðu sér bara strax undan eins og lánum, leið og fasteignar verið hækkaði smá, þá selduðu bara 10% á eignunum og borguðu lánin niður og svo veitum við hvernig sagan hefur þróast og meiri sér á þeim tíma sem að þeir voru undir þessu lánum, að þá voru heimavellir til dæmis, með minnir að þeir voru með 9 kennitölur og ein kennindalan hún rukkaði þjónustugjöld bara inn í kennitölum sem áttu eignirnar, það var aldrei borgað út arður og það var þessi óhagnaðardrifni rekstur, en þau borguðu þannig eitt árið manni eftir frétt 450 milljónir í þjónustugjöld, þannig skóplur út úr smarið, þannig að það verður ekkert þessi gengi eftir. En trúir því, Guðmundur, að ef leigjendasamtökin eflast að þá muni kjör leigjenda batna? Já, 100%. Við sjáum það bara allstaðar þar sem eru sterk leigjendasamtök í Þýskalandi og Austurríki og í Skandinavíu. Það er sterk samfylgni á milli þess að séu sterk samtök leigjenda og að aðstæður þeirra séu góðar. Það er bara 100% samfylgni á milli. Leifur, heldur að einstæði foreldrar geti bætt kjörsinn með því að endurreisa samtök félagi einstæðra foreldra og fara út í hagsmunabaráttu? Já, nú var ég, eins og ég sagði hann, formaður í 4 ár og þegar ég tek við á sínum tíma þá unnum við mjög markvisst að ég að gera félagi sýnilegt og allt þetta og ég er óbærslega auðvitað það hefur áhrif og líka bara taka þátt í umræðinni, en ég held líka að lykillinn, ekki bara það, þetta er mikilvægt, en ég held líka að það sé mjög mikilvægt að samtök standi saman, af því að það eru náttúrulega gríðarlega margir sem eru einstæði foreldrar á leigumarkaði, þau eru öryrkjar, við erum öll neytendur til dæmis, þannig að ég held að það sé svona svolítið mikilvægt einmitt, að þessi svona samtakamáttur félagasamtaka þar að auki, og við líka eldri félag geti verið svona eitthvað skjól fyrir yngri að kveikna. Já, og líka svolítið að við hjálpum stað, okkur eru oft svolítið stilt upp gegn hvort öðru, af því að það eru samkeppni styrki og eitthvað alls konar svona kjaftaði, ég talaði aðan markaðshagkerfi og þetta er svona hluta því, en en ég vil sjá miklu meiri samstöðu á milli samtaka og við hjálpum hvort öðru og svona síðan svolítið, gefum hvort öðru bæði skjól og líka bara samstöðu. Það er eitt í þessu samhengi sem er mjög merkjulegt, bara fyrir rúmum viku síðan, þá voru niður í Sigtúni, þar sem voru dansk svona, hvað heit þetta, think tank og fulltrúi danskrar stofnunar sem er hluta til borguð af danska ríkinu sem heitir Dansk Center for Social Volunteer Work, og það er stofnun sem er borguð hluta til af félagsamtökum og svo hluta til af ríkinu sem heldur út svona miðstöð
fyrir þjónustu við félagsamtök og þetta í öllum öðrum norrænu ríkjunum nema á Íslandi það sem bara miðlæg þjónusta við félagsamtök í hagsmunabaráttu. Og menn bara svona fundarherbyggi og ljósutunar og þetta dót? Nei, það bara starfsfólk og sérfræðingar og svona lögfræðingur, þeir getur deilt lögfræðing og Já, ég hef ekki og aðstofa hugsanlega geta fundið einhverja samsvörun og aðstof einmitt við það sem að Laufey að tala að efla samstarf þessara samtaka sem eru kannski að fara fram með kröfur fyrir svipaða hópa eða svipaða kröfur sem að fara þess að hópa kröfur og svona. Mér finnst þetta mjög merkilegt, þetta allstaðar í Noregi, Finnlandi, Danmörk og Svíþjóð eru svona stofnanir sem að halda utanum og aðstoða félagsamtök en ekki hér. Breki, nú kemur erfið spurning. Heldurðu að ef að öflug neytendasamtök geti haldið aftur á okri? Algjörlega, já, sko, ég held að það var ekki erfið spurning. Nei, þetta er mjög einfald spurning bara, þetta labba inn í hárgreiðslustofu og spyrja hvað það er í klippingu og svo það er já hvernig sem, nei, og Nei, ég held að það er saminginn á milli. Algjörlega, og við sjáum það bara að í þeim löndum sem við byrjum okkur gætna saman við það sem eru sterk neytendasamtök, þar er rödd þeirra ekki bara hlustað á það heldur líka farið að ráðum með þeirra í mörgu og við sjáum það nú að sko stundum finnst mér þetta sko vera okkur fara aftur og sé eitt skref aftur á bak en það eru líka skref áfram og sem dæmi þá þegar við töluðum ferðaskrifstofurnar í COVID að því slæma frumvarpi var hrundið og þar stóðum við í lappirnar og við erum núna að standa á móti bönkunum í þessum ósanngjörnu vaxtabreitingum þeirra og við vonum og við höfum fáum aðstoð frá Evrópusambandinu og frá eftirlitsstofnun EFTA þó við fáum ekki frá fjármálaráðuneytinu og þannig að jú, við sjáum árangur og þar sem neytendasamtök eru sterk þar eru neytendamál í góðu horfi. Við sjáum til þess í Noregi þar sem ríki borgar að fullu þeirra samtök, bara 100% af þeirra kostnaðir greiddar af ríkinu að sko þar hafa þau meira tóm og tæki til þess að fara í mál við stórfyrirtæki eins og Google, eins og Grindr, eins og Facebook og hafa haft þau undir meira Það er líka því við erum báðir í Danmörku og kannast við þessa sterku neytendamenningu að bara sko ríkisfjölmiðlarnir þar þeir halda úti með þegar ég var úti þá voru 3 klukkutíma þættir á 2 ásum í vikuna sem fjallum bara málum neytenda og það sem var farið þetta voru svona eins og stór kveikstáttur sem við fáum einu svona ári það var bara 3 viku Varðandi mikilvægi samtaka ég verið að reyna að samfæra Guðmund það að eftir endurvist neytendasamtakana þá fyrir þann tíma þá lágu húsalegu húsnæðisbætunar fara flatar það hefði ekki verið verðbættar í 3 ár eftir að þau voru endurvist þau verið þrívegis verið hækkað og ef maður tekur fjölda þeirra sem að fá leigubætur þá má ætla þessi svona 1,8 milljarðar sem að hafa verið til en út af því að neytendur fengur rödd en þið hafið unnið marga sigra meðan annars man ég eftir máli þar sem að þið háðuð fyrir fólk sem hafi búið erlendis og var að sækja hafi verið svikið að tryggingastofnun síðast ég spurði að þessu að þá hafið ekkert fengið peningin fólki sem að vann málið Jú, það er komið núna og ég held að það sem að kannski maður er svíður svona þegar maður er að svona mál þar sem að ríki er eiginlega uppvist af því að eiginlega bara svindla á fólki að það hefur bara rétt á því að borga bara 4 ár aftur tíma það er kannski búið að taka af fólki í 10 ár og en borga svo bara tilbaka 4 ár og það er ótrúlega skrítið að upplifa það en að því vorum að tala þessa heild áðan og er Peppið og félag einstæðara foreldra hluta því og leigjendasamtök og neytendasamtök og réttindasamtök og allt þetta þá er þetta samt
þá þetta svo samofið verkalýðs stéttarfélög og það svo skrítið að einhvern veginn að vera ekki einhvern veginn hluti af við sem hreinlega ekki hluti af þeirra. Já, bara hreinlega hluti af ASI kannski við erum ykkur vegna. Af því við erum fólki sem að ég meina fullt af öryrkjum hafa verið á vinnumarkaði og á vinnumarkaði. Þannig að við bara vera á þingi ASI. En er ekki samt mikilvægt fyrir verkalýðshreyfinguna að það sé ykkur sem að berjast fyrir leiguverkunum fyrir þeim sem að hrekjast að vinnumarkaði. Þau ættu líka að berjast þetta er þeirra fólk líka verkalýðshreyfingunum til varnar að þau hafa stutt neytendasamtökin tekilega eins og við leiðindasamtökin tíðina og Við erum komin í aðeins húsið ekki? Já, við leiðum af þeim húsnæði á góðu verði og þannig að á samt geðhjálp við erum þarna saman og landvernd var þar áður og það er eins og að því við erum að tala um svona samlegðina að því að vera saman það hefur skapað mjög mörg bara verkefni, sameiginlega verkefni spjallið yfir kaffibollunum eins og því maður þekkir og kannski er þetta aldrei óvægin kannski vill maður bara fá meira og betra. Það er náttúrulega sérstaklega með öryrkjana ef þú ert að vinna einhver störf í einhver verkefnisfélagi og svo út af vinnu þrælkuna þá ertu öryrki 55 ára að þá eru bara vísa á félaginu og það er alltaf félagið hægt að vera þinn málsvari. Þetta er náttúrulega ekki alveg í lagi sko. Mér finnst þetta aldrei sérstært sko. Maður geti alveg hugsað sér sko að svona, nú hef ég ekki setið aðeins í þing og ég veit ekki nákvæmlega hvað svona erindi er á svona þingum en maður geti séð það fyrir sér að það væri svona þingaða vettvangur fyrir sko þessu hagsmunasamtök almennings ásamt verkalýðshreyfingunni að koma saman og móta einhverja heildar svona stefnu eða kröfu eitthvað stjórnvöldum. Ég heyrði það reyndar frá verkalýðshreyfingunni að þeim vantaði rödd leigjenda vegna þess að þau eru náttúrulega ekki málsvari leigjenda en þeim vantar að geta stutt svona hreyfingu vegna þess að mikið af fólki, launafólki er náttúrulega leigjendur en þau geta ekki verið málsvari leigjenda vegna þess að það er ekki nema hluta þeirra félagsmönnum en þeir vantar svona samtök til þess að styðja. Ég er svo gamall að ég man þegar Jómfrú Pálmöldu og félagar stofnuðu leigjendasamtökin 1978 eða 79 þá var það gert með mjög myndarlegu fjárhagslegu stuðningi frá verkalýðshreyfingunni. Ég held að það er ekki við seinni tilvinnur. Við hefum fengið styrki frá svona fyrir ákveðin verkefni frá ASI og VFR og náttúrulega fengið mikil móralskan stuðning og þessi hreyfingin hefur gefið okkur umboð til þess að vegna þess að við heyrðum þennan tón frá stjórnvöldum að þeir fóru allt í að tala réttmætt samtök leigjenda þegar var verið að tala samtök leigjenda að því að sko það var birtist sem var með svona einhverju burði til þess að sneiða hjá þessum samtökum sem þó hafa verið til í 10 ár. Og marga félagsmenn. Og með hátt í 2000 félagsmenn og vaxið hratt. En þetta með að almannasamtökin vinni saman, þeir eru svolítið á því. Algjörlega. Þessi bara... Og að kannski að það sé hlutur verkalýðshreyfingarinnar að vera svona gæsamamman, eða hvað? Ekkert frekar? Ekkert frekar, sko. Ég held að við höfum nú átt í samtali og þó kannski hafa ekkert formgerst eitthvað formlegt samtal eitthvað formlegt samstarf segi þó að samtalið átti stað en ég held að það þessi bara tækifæri til þess að efla það og það eru samlegð eins og ég segi sko í mörgu og hugmyndir kvikna yfir kaffibollanum sko. Ég held að þetta verður bara mjög mikil styrkur. Já, ég held að það sé náttúrulega líka það að náttúrulega stéttarfélögin þau eiga einhverja peninga en félagasamtök náttúrulega oftast eru bara svolítið á nippinu sko. Það er náttúrulega hefur formgerst þannig að það er sáttum það í samfélaginu nema kannski á ysta hægrin í sjálfstæðisflokknum að 0,7% launum renna til verkefnisfélaga til þess að þau geti haft skipulega starfsbaráttu vegna þess að valda hlutvallið er svo óeðlilegt það sem að sá sem að veitir rétti launaumslagið, hann hefur svo afgerandi völd gagnvart þeim sem er að semja þess að þetta var betra að þessi heildir sem að semji og þá spurning hvort það væri kannski snjallt að ég sé ekki 0,7% af öllum virðisauka
skildu, eða 0,7% allir leigu eða eitthvað annað slíkt, hvort að það mætti ekki nota þetta, því ef við myndum horfa yfir kannski 700 ár, að þá er þetta velukkað form til þess að eiga við þetta ójafnvægi. Ég held að það sé enginn sem að segja, nei, verkalýðshreyfingin er alveg mislukkað fyrirbrigði og sleppur því. Það þetta vera mjög utanlega þarna í ákveðnu flokki til þess að komast að þessu. Það okkur má ekki bara fleita þessu yfir á fleiri form. Þeir sem er að gríma við tryggingafélögin, þeir sem er að gríma við bankana, okkur viðurkennum ekki bara þetta ótrúlega valda ójafnvægi sem er þarna og styrkjum það valda litla. Þá ætti það hugsanlega bara hluta við iðgjöldum tryggingafélagana að fara til neytendasamtakana. Og það hefur oft verið gert bara ímis verkefnir í fjármögnum gegn svona bara ofanflóðasjóða til dæmis. Það var bara sett eitthvað svona ákveðið hlutfall af fasteignarsköttunum sem að fóru í þetta sérstaka verkefni og þetta er þekkt módel og þetta ætti að gera þetta svona staðið fyrir að menn þurfa að fara bónferðir einu svona ári eða mörgur svona ári og kríu út einhverja milljón fyrir samtök sem eru kannski með 40.000 aðila sem eru í hagsmunagæslu fyrir svo mikið stóra hóp. Það er þjónustusamninga við ríkið sem hefur oft reynst samtökum dýrkeypt af því að ríkið er þú veit þetta það getur verið hættulegt því að það var að fyrir félagsgjöld byrja að greiða niður þjónustu sem ríkið er að kaupa. Við gerum þetta í ára raðir. Hvað var þar, við erum með lægjandi aðstoð sem við höfum haldið úti síðan 2007 með styrk frá ráðuneytinu frá 2011 en sem sagt bara mjög lengi framan af þá borgum við með því eða aðrir félagsmenn greiddu niður þá þjónustu og núna var það þannig að það var lækkað framlagið fyrir árið í ár þannig að við erum það er lækkað? Já, fyrir 2 árum var það hækka tímabundið og það var ekki og þá náðum við að ráða manneski full starf en svo var það ekki endurnýjað og þar leiðandi þá gátum við ekki haldið. Finnst þér þetta skynsamlegt Guðmundur? Heldur að ástandi núna á leigumarkaðnum sé mun betra heldur en það var síðustu 2 ár? Nei, og er að versna hratt og við tókum einmitt eftir þessu að leigjendastöðum að draga saman í þjónustu eða svona símsvörun og þetta er mjög alvarlegt vegna þess að við erum á hverjum degi, við fáum alveg ótrúlega mikið til okkar, við erum á hverjum degi að vísa fólk í leigjendastöðuna og við reynum nú oft svona að taka þau sem við vitum að þetta er svona fólki vantar kannski með órakastöðning og það er eitt sem er svolítið mikilvægt að stundum og það hefur reynst drjúgt að leigjendur þekki aðeins réttindi sín og segi að séu búin að ráðfæra sig við leigjendasamtökin og það hefur dugað í ótrúlega mörgum tilvikum að sem sagt að leigusalega viti og bakvið leigjendur er bara hagsmunagæsla og þeir eru ekki þarna einir og það hefur bara dugað ótrúlega oft sko. Og annað sem við vorum í fyrra og hitti fyrra þá fórum við yfir leigusamninga stóru leigufélagana og komum með bentum á ýmislegt sem jafnvel fóru gegn lögum og var óheimilt og knúðum þannig í gegn breytingar á leigusamninga þegar við höfum ekki því miður ekki tækifæri til þess að gera það núna eins mikið og við vildum hafa borð fyrir bári í því. Og þetta eru verðmæti fyrir leigjendur sem eru margfald á við það sem að ríkið leggur til. Það eru margfald. Algjörlega. Já, og það er eins og við vorum benda á bara núna í samfélagsmiðlum í dag er að til dæmis að 53. grein, bara gott fyrir leigjendur að vita, 53. grein húsaleigulaga sem kveður á forgangsrétt leigjenda vegna þess að það eru margir í þeirri stöðu að vera sagt upp leigun núna og missa heimili sín núna mánaðamótunum þar næstu að leigjendur hafa forgangsrétt á hinu leigða húsnæði og jafnframt að svo leigufjárhæð sem gildi vegna þess að það er mjög mikið verið að hækka húsaleigu að hún skal álitin sangjörn og það sé leigusalans að sína fram að annað. Það er ekki bara forgangsréttur, heldur sama leiga. Við erum með nákvæmlega, fengum eitt svona mál bara í gær nákvæmlega þetta að viðkomandi við fengum það reynda fyrir ári síðan og það var viðkomandi leigjandi of seinn en núna var endurnýjað og það var tilkynnt að nýta forgangsrétt sinn og
og jafnframt að hafna hækkuninni að því hann var í ósvöndin og þá nú þarf leigusalinn að sína fram á að hann ætlaði að hækka þetta leigan verðtryggð en jafnframt ætlaði hann að hækka þessi skil, núna ætlaði hann að hækka 30.000 minni mig aukalega fyrir utan verðbólgu sko. Þetta er svo yfirgengilegt. Já, ég ætlaði líka bara að því þú varst að tala þetta valda ójafnvægi milli launagreiðanda og launþega að fólk sem þarf að díla við stofnanir eins og tryggingastofnun sem við nefndum áðan og eða velferðarfyrirtæki og útlendingastofnun líka þetta til dæmis eins og TR og útlendingastofnun eru náttúrulega ekki settar upp sem þjónustustofnanir það haldið upplýsingum eins mikið og hægt til þess að fólk bara sækja ekki réttindi sín og þetta okkar tilfinning allavega sem er mjög mikið gagnrýnt og við oft verið að fundi með TR þar sem við erum að hvetja til þess að þau bera náttúrulega skyldu til þess að vera með upplýsingar og þau eru þjónustustofnun í grunninn en það hegða sér ekki eins og þjónustustofnun ég held að það sé nú kannski að verða einhver smá breyting það getur verið að því þú nefndir kærunefnd húsamála nú rétt á þann að þá höfum við núna í 4 ár krafist þess að kærunefnd húsamála tæki líka mál á ensku eða einhverju öðru tungumáli en íslensku bara það að málum fólk sem ekki getur skrifað íslensku vísa frá náttúrulega hindrun fyrir fólk 24% af þeim sem leita til okkar í leiðindaðstofuna eru ekki með íslensku að móðumáli þannig að þetta mjög mikil hindrun og þetta yfirleitt fólki kannski sem í hvað verstri stöðu sem eru verið að brjóta mest á og þau þurfa mest á því alltaf og í 4 ár höfum við alltaf endað alla okkar fundi með ráðuneytinu með því að nú komið tími til að kærunefnd húsamála taki við málum á öðru tungumáli heldur en íslensku. Það eru einmitt náttúrulega frjáls félagasamtök sem taka svolítið upp slakkan af þessu bara ömulega kerfi og það náttúrulega megnið af okkar þjónustu við fólk, hvað sem við fáum greitt fyrir hana frá ríki og borg eða ekki, þá þetta að við erum að leiðbeina fólki svolítið í gegnum þessa frumskóa sem að kerfið Fjórðavaktin. Já, þetta algjörlega, 4. og 5. því að við erum oft með mjög þung heimili heima fyrir. Þarna komið að svona neytendavernd gagnvart stofnunum sem ekki alveg inn á þínu svæði eða ef ég kæmi kvartaði undan bráðadeildinni Nei, það þetta ég hef lengi haldið í fram að við ættum að taka Finnar prófuðu það fyrir 3-4 ára síðan að vera með hagsmunagæslu fyrir notendur heilbrigðiskerfis annara heldur en langtímanotenda og þeir kalli þetta í gríni hagsmunagæsla handleggsbrotina það að segja fólk sem notar kerfið einu sinni og fer svo út aftur og vegna þess að það er ekki hægt að byggja félagið vegna þess að formaður hann grær og hættir að vera handleggsbrotin það er nákvæmlega en samt sem aður eru og þeir fengu styrk í 1 ár til þess að prófa þetta og réðu lækni sem er líka lögfræðingur og var að leiðbeina fólki kerfið en líka að benda á það sem betur mátti fara þetta virkaði svo vel að þetta sparaði kerfinu svo mikið að þeir gátu réttlætt það að styðja við 4 starfsmenn í þessari hagsmunagæslu handleggsbrotina af því að þeir bættu kerfið það mikið að það bara hreinlega var sparnar og annað í þessu líka, við sjáum alltaf í fjölmiðlum það er alltaf læknar á Landspítalanum og segja, við erum alltaf lítil laun og ráðuneytið segja, við erum búin að bæta alltaf miklu fjármunum í þetta kerfi en það er enginn sem er að hugsa hvað kemur út úr þessu það er þjónustan sem er veitt hugmyndir að kerfi batni eftir því sem að notendur hafa meiri áhrif á já, og meira aðhald frá notendum eða bara rauninni það sé einhver rödd eina leiðin fyrir notendur heilbrigðiskerfisins núna er að leita til landlæknis og landlæknir tekur bara við málum ef það er einhver grunur lögbrot þannig að það er ekkert enginn sem tekur það er hurðbrotin við getum sparað hellingi í ef við lögum hana það er engin leið fyrir nokkurn að koma þeim ábendingum áleiðis Við hefum margótt bett á það var mjög gott að fá umboðsmann sjúklinga það myndi kannski létta hans á landlækni með alls konar kærur og kerfið verða betri strætófarþegar hafa bent á það, okkur aldrei talað okkur það er alltaf verið að tala eitthvað svona borgarlínu og eitthvað svona, það er aldrei talað við strætófarþegarna maður myndi ætla að ef þú væri með ísbúð
verður að selja ís, þú vilt heyra hvað kunnunum finnst ísin þú ákveður ekki bara að gera lúgu og bara heldur áfram að búa alltaf til þinn ís. En það samt mjög sérstaklega eins og með bara heilbrigðiskerfi að neytendur, notendur kerfisins, eiga rosalega það er mikið valda á óibæi því að nú kostar líka heilmikið að fara til læknis og fara til sérgrunalæknis eða til sjúkraþjálfara eða eitthvað slíkt ef þú náðarsamlega kemst að þannig nú erum við byrjað að tala um samtök sem að vantar það vantar samtök hvað kallar þetta? Hagsmunasamtök handleggsbrotina það vantar eitthvað samtök innflytjenda það eru margir hópar sem það vantar strætóferðina það hefur verið að stofna í kvöld félag fólk sem að býr í húsbílum niður í Laugardal það sem hefur verið að vísa þeim þau hefur verið að fara út í mæ og mæ er á mánudaginn og þau verið að bara fara eitthvað með bílarnir sína og þau ætla að finna einhverja leiðir til þess að berjast fyrir sínum hagsmunum Herðu, gangi ykkur vel bara í ykkar félögum Sörður Harpa, Freki, Guðmundur Rafn við Líndal, kæra þakkir og við ætlum að snúa okkur að óstjórn í efnahagsmálum eftir augnablik. Takk fyrir. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Já, herðu, það er óstjórn í efnahagsmálum ákveðu að kalla þennan dagskrárlið Ásgeir Brynjar Torfason. Vertu velkominn. Takk fyrir. Sko ástæðan er náttúrulega verðbólgumælingi sem birtist í morgun. Já. Það er bara gusast út verðbólga bara út allt. Fastina verður meira að ferða upp. Já. Síðan eru fréttir 68% samdráttur í byggingaframkvæmdum samkvæmt rannsókn samtaka iðnaðarins sem að bendi þá til þess að húsnæðiskreppan sem að er að bara ganga frá lífi margra hún er bara til að versna þannig að þessum ákvæði kallir þetta bara óstjórn í efnahagsmálum er ekki bara að fara að orða það þannig? Jú, þetta lítur bara verr og verr út hægt og rólega, ég veit ekki ég nenni ekki að endur taka aftur það sem við erum búin að tala um áður kostnaðarverðbólgan, eftirspurnaverðbólgan myndumst á hagnaðarverðbólguna síðast nú er farið að kalla hana í Bloomberg græðgisverðbólguna sem kemur bara, og Evrópski Seðlabankinn farin að tala um það í ræðum aðalhagfræðings og svona að fyrirtæki vilja græða og það er þeirra eðli þau eru kvött til þess og nú hafa þau tækifæri til þess og þá bara gera þau það að því þau geta það ekki að þau þurfið þess heldur bara að þau geta það, þá gera það og það drýfur verðbólguna áfram en ekki í þessari víxlverkun launa ekki að því að launakostnaðurinn sé að hækka svo heldur bara að því að þau geta hækkað og þá gera þau það og nýta tækifærið og það heldur verðbólguna áfram maður sér úti
verðbólguna vera að fara niður samt í Evrópusambandinu því þar samkeppni á markaðinum. Maður sér fasteignaverð í dag í Svíþjóð vera að fara niður ennþá meira. Já, bara nafnvirði, ekki bara raunvirði. Já, en hér annars vegar fákeppnin sem að ég held, það vantar tölur það mjög skýrar tölur í Bloomberg yfir hvernig svona cirka 2/3 af verðbólgunni sem mismunandi eftir mismunandi löndum en 2/3 yfirleitt komin til vegna hagnaðar fyrirtækjana. Það ekki út af því að aðföngin eða launin hafi hækkað, heldur eru fyrirtæki bara að sækja sem í hagnað. Já. Nýta sér ástand verðbólgunar þar sem að verðskinni dofnar og svona hugmyndur að það sé svona næstu eðlilegt að verða ekki og þá bara keyra það verðu upp. Og hér vantar þessar tölur, hér fákeppnin enn meiri á þessari eyju heldur en út í Evrópu og svo sér maður meira segja sko bara PR-deildir hagsmuna fyrirtækina vera farin í að reyna að tala það að þau séu nú ekkert að hækka þetta mikið sko. Það bara búið að snúa þessu upp í einhvers konar fjölmiðla áróður en við fáum ekki tölunar sem liggja fyrir í Evrópusambandinu hver mikill hluti af verðbólgunni komin vegna hagnaðaraukninga fyrirtækjana. Síðan erum við með þennan húsnæðismarkað hér sem að var náttúrulega í miklum vanda sko, það verður eiginlega rekjan alveg aftur í fjármálahrun, það var ekkert byggt svo lengi svo þarf að vinna það upp og svo koma sko má eiginlega rekjan aftur til sko einkavæðinga húsnæðislánana 2004 til Íbúðalánasjóðs sem nú önnur hörmungin sem að hangir yfir. En í viðbót við þá krísu kemur sem sagt annars vegar ferðamannabólan sem var þó að koma fyrir í Airbnb bólu meðan það var verið að byggja hótel en ferðamannastraumurinn eykst ennþá meira þannig að jafnvel hótelin fyllist að þá þarf bara ennþá meira Airbnb íbúðum og ennþá meira fólki til þess að sinna túristunum og það fólk verður að búa ykkur staðar. Og þannig að sko að fasteignaverð hér ekkert að fara að lækka þó að það hafi verið vonin með vaxtahækkununum og kælingar hugmyndirnar með vaxtahækkununum og svo heyrir maður bara hagfræðingarna koma í dag og tala að þetta kalli nú á enn meiri vaxtahækkun Seðlabankans í maí en þeir allir menntaðir í þessari hagfræðadeild upp í háskóla sem reyndar illilega gjaldþrota og ætti eiginlega bara að senda hagfræðingar til náms í útlöndum því það hagkvæmara heldur en að reka þá deild sem hérna sko, og þau tala í raun og veru öll eins og að ekkert hafi gerst í hagfræði síðastliðin 20 ár og ekkert sé að gerast í umræðu út í heimi ég veit ekki hvort þau hafi ekki efna á áskrift af Bloomberg sem ekki dýr eða Financial Times og bara þetta eiginlega það svolítið hérna, þungur tónn í mér að því þetta eiginlega eins og að vera bara út í Sahara að tala snjó sko. eða Þú hefur sagt í nokkra mánuði að við séum að stefna inn í ástand sem mjög alvarlegt og þú hefur lagt áherslu á það og sem svolítið öðruvísi heldur verið að fjallum þetta kannski svona í almennu fréttum það var svona, fór verðbólgan eitthvað aðeins yfir, hún verður orðin betri svona í mitt sumar annars eins sem var 9,9 það var ótrúlega tilviljun það er mikill verðbólgurhraði þetta sláði næstu upp í 14% ef þú takir þetta ef við fengjum svona mikla hækkanir alla mánuðina það allur ávinningurinn af kjarasamningunum hjá SGS og aðgerðum ríkisstjórnar á áramótinu farin. Framundan sko maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember, janúar. Það sem fólk ekkert varið fyrir verðbólgunni. Þannig að það mun mjög fljótt grafa undan lífskjörum stórs hóps af fólki fjölda heimila. Fyrir utan það að eigið fyrir fólks í húsnæði að étast upp út af greiðslubyrðin hækkar og bankarnir bjóðu upp og hendaði aftur fyrir lánið, þá getur bara eigið fyrir þetta búið og takar íbúðin af þér og þú hendar út. Getur þú útskýrt þannig að ég geti skilið af hverju ástandi núna svona alvarlegt? Hvað það sem getur gerst? Þú veist þetta svona sambland og ég svona hérna
akademikar sem samt alltaf að reyna að leita sannleikann og svona reyna að skilja hvað að gerast, þannig ég alltaf að vona að ég hafi rangt fyrir mér en hérna að því að hinir eru mjög hættulega þessi sem vita sannleikann og vita alveg bara það bara ein kenning og eitt tól en eins og þetta lítur út fyrir mér og þessin eru vonbrigðin við tölunum í dag en þó að þeir hafa verið viðbúnar af hluti að þetta svona sambland af 2008 og 2020 og sko og það sem eiginlega verst að eins og ég var að segja allir hagfræðingarnir eru menntaðir hjá Seðlabankastjórunum núverandi það sem stýrt eftir peningamagnskenningunni sem við höfum farið hér yfir nokkur sinnum áður ein kenning en ekki náttúrulögmál og það eru margar aðra kenningar og verðbólga núna rosalega flókin. Það eru allir sammála það út í heimi sem ég hlusta og les í Financial Times og Bloomberg. Sko. Þetta er ekki einhverjir kímar internetsins eða einhverjar sellur skringilegra jaðarhagfræðinga. Þetta er bara orðið megin straumurinn í umræðinu út í heimi. Og það áhugaverð. Þetta er skepna sem að peningamarkaðskenningin ræður ekki við. Ekki einar. Já, og eins og við Þorvaldur Gylfa fóru hérna yfir með þér sko, og að horfa síðan á efnahagsstjórnina byggjast annars vegar á þessu og hins vegar á stefnu fjármálaráðuneytisins og fjármálaráðherrans þar sem að ekkert má gera til að bregðast við þessari lífskjara krísu og þeir sem að fleiri að fara að deyja og líklega af hjartaáföllum og sjálfmorð heldur nú COVID og þá gátum við gert alls konar aðgerðir af því að þá voru allir í hættu og efnað fólk í hættu og þá var hægt að safna fyrir með að segja engaðilar bara fyrir öndunarvilum þó að síðan hafa komið ljóst að þetta nú samt fólk sem kynni á það er ekki hægt að kaupa sér frá öllum vanda en núna það er ekkert mál fyrir svona gauðra að vera að stýra fjármálaráðuneyti að stýra Seðlabanka í góðari en þegar á reynir og við erum í á svo margan hátt núna að reyna á svo marga liða því við komum út úr COVID með þau vandræði í alþjóðahagkerfinu tímabundu verðbólguna sem við vorum að búast við út af endurreisingunum þar og síðan þetta stríð sem kveikir í verðbólgubálunu og sem síðan núna eins og við höfum nokkur sem farið yfir orðin, ég leyfi mér að segja hálf óstjórnleg, allavega hér á landi út í Evrópu þó samkeppni og fyrirtækin komast ekki upp með nema upp að vissu marki þar Seðlabankinn að reikna með að fara úr 3,25 kannski upp í 4%. Þar verið að reikna með að verðbólgan komið niður í 2,8% í lok þess árs en nái markmiðinu 2% mitt ár 2025. Við erum ekki þar. Nei, við erum bara í tveggjastafa tölu. Ég held að þessu bara hefur að spáði að það verður heppin eða fyrir undir 7 eða undir 6,5 í lokarsins og þá allt gengur upp sem ekki byrja betur til þess að því að svo hér kemur hagvöxtur af ferðamanna sveiflunni það þarf að byggja fyrir það frekar, það þarf byggingaverktakarnir viljum frekar sýnist mér byggja hótel og endurbyggja miklaða skóla og heldur en að vera í einhverju íbúðar harki þar sem þið get ekki lengur tvöfald að hagnaði sinn á hverju ári vegna eignaverðsbólunar þannig að hættan, það annars vegar að verðbólgan sé bara komin til að vera og hún muni grafa ég vil ekki segja hún sé komin til að vera en hún fer ekki niður hér eins og hún að fara niður út í heim og hún mun grafa mjög heiftarlega undan kaupmætti lágtekjufólks við erum með stjórnvöld sem að vilja ekki svara því þriðjungsheimila, ekki bara lágtekjufólks þriðjungsheimila allavega, jável meira og við erum með stjórnvöld sem að vilja ekki bregðast við þessu vegna þess að þau telja að það skemmi aðgerðir Seðlabankans við að ná niður verðbólgunni ef að ríki verður með eitthvað aðgerðir á móti sársauka fólksins þannig að fólki verður að finna til þess að hætta að eyða til þess að verðbólga fer niður verðbólgan hins vegar ekki þess eðlis að þetta muni virka þetta mun bara skapa sársauka tilgangslausan annað að vextir muni hækka
það byrjað að þrengja sveitafélaginu sem að skera niður þjónustu, reka fólk. Loka héraðsskjalasöfnum, loka menningar hérna húsum. Já, og þetta mun halda áfram. Vextir og hækka. Hverjir eru aðrir sem að líða fyrir háa vexti? Eru skuldu fyrirtæki? Já, sko, þau skuldu og fyrirtæki sem eru ekki að ná uppsveiflunni. Þannig að þú magnar upp þessa óheilbriðu bólu í ferðarþjónustunni. Og þar má ekki leggja á neinn gjöld, þar má ekki eins og leggja á kolefnisgjald á flugi. Það er allt gert fyrir sko nýju útgáfuna af heroinhagkerfinu sem var svona stóriðuhagkerfi, núna það ferðarþjónustuhagkerfi og þetta bara... Það þetta að sjá það að bankarnir lána síður til húsbygginga en eru byrjar að lána til hótela og uppbyggingu ferðarþjónustunar sem að ítir undir... Og skorturinn á húsnæðinu íti síðan undir að fasteignaverð þar hækkar að því að það myndi verða líka mjög alvarlegt ef fasteignaverð færi niður hér fyrir mjög skuldsett fasteignafélög og hérna það eru skuldsettari hér í Skandinavíu þannig að sko og vextin hér margfald hærri en þar þannig að þú veist og það er ekki hagur neins banka að fara að setja fasteignalánin í hættu þannig að þeir þurfa að hafa fasteignaverðs hækkunina þannig að sko allt kerfið og efnahagsstjórnunin byggist á því að vernda kapitaleigendur og þá sem standa vel, það má ekki hækka skatt á þá sem væri besta leiðin til að draga peningur hagkerfinu, draga úr þenslunni, að skattleggja efri helmingin, það má ekki tala um það og þar með bara afleiðingin sem að mér virðist bara þetta fólk ekki sjá sem stýrir, hvort sem það í fjármálaráðuneytinu eða Seðlabankanum. Í forsætisráðuneytinu. Já, að það bara... Félagsmálaráðuneytinu. Það virðist einhvern veginn bara horfa á þetta í Excel-tölum sem það tapar tengingunum við raunveruleikan af og ég veit ekki hvort að þau trúi því að þetta muni reddast eða hvort þau haldi að þetta fari niður að þau segja að þetta muni reddast. Þau segja að það vaksa út úr þessu. Já, en sko hagvöxtur sem kemur út af þessari hérna ferðamannuppsveiflu og svona áframhaldandi þenslu hér að sá hagvöxtur bjargar engum af þessum þriðjungi lægslaunustu eða þriðjungi skuldsettustu heimila landsins og það er eiginlega bara hræðilegt að horfa upp á þetta gerast með engum aðgerðum, engum undirbúningi. Þetta er eins og við hefum verið í mjög COVID og trúaði að það myndi ekki koma hingað til lands. Við þyrftum ekkert að vera að gera neitt eins og út í heimi að því að við varum á eyju og hérna. Það hefði átt eins og við tölum í fjármálaáætluninni í fyrra að gera aðgerðir til að ríkið legði sitt og sveitarfélögin á því að draga úr verðbólgunni. Það hefði átt í fjármálaáætluninni núna. Þau gerðu það ekki, þau hækkuðu gjaldskrárnar. Já, og núna hefði átt að vera með pakkana til að sýna fram á að það verði kjarasamningar í haust næsta áramót sem að náu því að viðhalda kaupmætti. Ég ætla ekki að segja neina kjarabætur en að viðhalda kaupmætti til þess að viðhalda því að fólk geti lifað áfram í húsnæðinu sínu og hafi efna á að kaupa mat. Það er það sem þetta snýst um. Þessin er þetta kallað lífskjara krísa út í heimi. Að óbreyttu að þá munu lífskjör þriðjungsins sem að er annarkort tekjur lágur eða skuldamikið, þau munu keyrast niður. Þannig er það bara út árið. Já. Sem að mun valda auknum ójöfniði í landinu. Efnastjórnin og svona hvert peningandi flæða, þeir flæða frekar í það að blása upp ferðamannabólu. Já, og við held að ná jákvæðum raunvöxtum hér, þar sem að verðbólgan er hvað mest, meðan að út í heimi, út í Evrópu er búið að vera að stýra
auðvitað ekki mikið neikvæðum raunvöxtum en að halda þeim en skaðinn deilist jáft á milli þeirra sem eiga peningan og þeir sem skulda en hér eiga bara skuldarannir að borga allt og lagslaunum en efnahagsstjórnin er líka þannig að hún beinir peningum frá húsnæðisuppbyggingu og því að það er eiginlega það er engin hvati stjórnvöld sjálfur ekkert að byggja neitt til þess að tryggja það þannig að húsnæðiskreppa mun verða enn verri sem aftur mun grafa enn frekar undan lífskjörum þessa þriðjungs og þetta er bara að gerast. Já, að því að fólk trúir á nýfrjálshyggju kenningar sem voru afsannaðar fyrir 15 árum og staðfestar, þú veist, ítrekkað og meira að segja svona hörðustu áhangandur hennar gengu af henni út í heimi 2020 eða í faraldrinum. En hér einhvern veginn er eins og þetta sé bara eina hagfræðikenningin og eina stefnan sem að geti að markaðurinn mun leysta, það megi nú ekki vera með afskiptin á markaðin, það sé ekki hægt að gera neitt í þessu þannig að við verðum bara að vona að þetta reddist. Stundu spurt að því hér hvort að kannski er þetta ekki fólk sem að trúir á þessar kenningar. Kannski er það bara þannig að þessi stefna færir mikinn auð frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga, til þeirra sem eru með lága tekjur, til þeirra sem eru með mikla tekjur og mikla eignir. Það sé ástæðan. Þetta kerfi sem að þjónar vel þeim sem að stjórnvöld að þjóna. Og svo skreitaðu það bara með einhverjum kenningum og tala eins og þetta séu lögmál. Og sko, þú sér að það var Kastljós í gær, Stefán Ólafsson og nú man ég ekki hvað hann heitir frá samtökum atvinnulífsins. Sko, og hér er búið að vera að hrópað allt síðasta ára að laun og launakostnaður á Íslandi sé svo hæsti í Evrópu eða OECD eða heiminum bara leika við og kjarabætur hér séu það mestu og hæstu þannig að þið geti ekki verið að kvarta sko, og kjarabætur teknar frá botninum eftir 2008 þegar eftir að laun voru búin að halverast sem hafi hvergi annars þar í heiminum gerst svo mikil kjaraskerning Kjaraskerningin eftir hrun hérna var gríðarleg og þú getur þá bætt kjör töluvert mikið prósentulega frá þeim lága botni en síðan að laun hér séu svo há sem er alveg rétt en Stefán Ólafsson bara bendir á það og sko einfaldri skýringu með gögnum frá Evrópsku hagstofunni að sko að teknu tilliti til verðlags að þá sé launakostnaður fyrirtæki hér bara mjög lágur. Við erum þar á milli Ítalíu og Spánar, við erum rétt. Við erum Suður Evrópíðuð. Og þá er samt haldið áfram í einhverjum debatt þessar tölur sko. En það er allt fólk sem hefur búið í öðru landi eða ég vil fara til útlanda sko, veit að það er miklu dýrar að lifa á Íslandi en úti þannig að launin hér eru miklu minni þó þau séu herri að nafnum til og ég meina ég var og bókmenntahátíð fór í fjallgöngu með Alsír bókaútgefandi sem býr í Sviss hann fekk alveg sjokk þegar ég þurfti að segja nú hvað húsnæðisvextin hér væru verðbólgan þar er komin í 2,37% þeir eru alltaf á öðrum aukastaf sko hérna í Sviss og vextin er kannski hækka þá húsnæðislánunum úr 1,36 upp í 1,38% og eru reynda bundnir síðan í 10-20 ára þar er dýrt að lifa en þar eru laun líka há en lífskostnaðurinn við alla föstu liðina við að búa þar og afgangurinn sem þú átt eftir að þú ert búin að borga alla nauðþurftinnar er á allt öðrum stað en hér. Ef við myndum reyna að greina það hvaða ógnir það eru sem að efnahagsstjórnin ætti að miðast við þá er það líklega húsnæðismarkaðurinn og hann er að versna. Það er verðbólgan tækin er ekki að bitna á henni lífskjara krísa þeirra sem að standa við sem að stjórnvöld ættu náttúrulega að hafa sérstakann áhuga á að það er annar veruleiki að komið þriðjungin af þjóðinni í sko afkomóta heldur þú sett með 20% eða eitthvað það er bara geti verið sko
fúlustu hægri menn líta svo á að það sé bara sko ákveðin félagsleg ógn af því að hafa ójöfnuðin of mikinn. Það getur verið klókar að hafa minni þó að þeim sé alveg sami fólki sko. Það ekkert verið að gera þarna. Getur þú talað meira sem að stjórnvöld ættu að vera með augun á en ekki með? Já, náttúrulega að hemja þessa túristabólu með gjaldtöku og að gera eitthvað að vita í loftslagsmálum. Já, og það ástæðan svo annars er loftslagsmálina með því að ítundur túristabóluna, þá munir það náttúrulega líka koma bara fjárhagslega í hausina á okkur því að við þurfum að borga fyrir þetta. Heimurinn er gjörbreyttur í loftslagsmálum. Það var byrjað að undirbúa í COVID, tafðist aðeins í COVID og tafðist aðeins út af stríðinu, en það er verið að koma bara með seinni ár sko, nýja tilskipun frá Evrópusambandinu reikningsskil fyrirtækja sem að þau þurfa að gera grein fyrir öllu kolefnisspori sínu. Þú veist, og við getum reynt að fylgja Bretum í einhvað Brexit til að sleppa undan en við munum fá á okkur sko reglugerðir, ég meina, og svo getum við ákveðið að hlýta þeim ekki eins og við gerum með hreint loft í Reykjavík og svona, stoppum ekki umferðin en sko, við gátum í COVID-inu gert rosalega drastískar aðgerðir en ástandið núna er þannig að það ætti að þurfa að vera að gera drastískar aðgerðir eins og þá, en það er bara Ég held að ræða sérstaklega loftslagsmálinu við hann Hjaltar Hafþórsson hérna eftir. Já, frábært. En það að láta túrismann þenjast út stjórnlaust, það líka getur verið skaði á bara svona samfélagsuppbygginguna. Þetta eru mikið af láglaunastörfum. Þetta er erfið atvinnugrein. Það er engin sem myndi, sko, ef þú mættir velja atvinnugreinar, þá eru fæstir sem myndi benda túrismann sem svona góða stóð undir. Nei, sko, þetta er svona auðvitað er það gott að fá gjaldeyristekjur, auðvitað er það gott að hafa hagvöxt, en ef þú sleppir í stjórnlausu eða alveg eins og með fiskeldi, auðvitað er gott að fá einhverja atvinnuuppbyggingu út á landi í þorpunum, en ef þú sleppir í stjórnlausu þá fyllast firðirnir af skít eða þú yfirfyllir innviðina og okkur örfá fyrirtæki bara sópa til sín arðinum að þessu og skilja samfélagin eftir í rúst og ef að skattheimtun er ekki beitt, ég meina það er verið að nýta hana auðlindir og það er eins og við séum svo vöndi að gefa auðlindirnar bara frá okkur saman hvort það er fiskikvotin eða vassaflið bara til þess að fá bústið af því að byggja eina virkjun og byggja eitt álver að það er svo gott, þá geta einhverju verðtakakipt einhverja gröfur og einhverju fengi vinnu Það er nú stemmingi líka að það er eiginlega tvöfalda virkjanir rafmagnsframleiðslu á Íslandi á næsta árum, það er eiginlega stefnaði stjórnlega líka Þannig að sko þetta er ekki sjálfbært að haga sér svona í efnahagsstjórn Ok, en hvernig endar þetta? Hver er hættan? Er hættan á að við séum að sigla inn í eitthvað svona hrun? Er það að háir vextir og verðbólga muni grafa undan heilbrigði atvinnulífsins og það pompar? Er þetta hætta á fjármálarhrunni? Er þetta hætta á bara að lífskjarakrísan valdi ekki bara fólkin sem verður fyrir henni skaða heldur bara efnahagslífinu í heild? Hvað er það sem óttast? Akkur eftir svona óhress? Nei, ég er bara svo óhress að það sé ekki verið að bregðast við í tíma sé ekki verið að gera aðgerðir að því að það liggur svo augljóst fyrir að ástandið er grafalvarlegt. Þetta eiginlega minnir mig svolítið á þegar ég bjó út í Svíþjóð vorið 2008 og þá voru bankar byrjar að falla forsíðumyndir af vanda íslensku bankana en hér einhvern veginn virtist bara vera aðaláherslan á einhverja PR-kynningu og komast í öryggisáðið. Núna er bara einhver fókus á 2 milljarði einhvern fund hér á landi þú veist, þegar hann væri hægt að halda hann á Zoom eða út í Strasbourg en sko punktunum
Stjórnvöld eru bara ekki með fókus á því sem þau eiga að vera að sinna. Nei, og svo þau eru bara að vinka upp í stúku og er ekki að horfa á boltan. Og eflaust bara síðan vilja maður bara skipta fjármálaráðherra í haust af því að þetta er orðið svo erfitt. Ég sko held að sagan muni sýna að þetta verði einhver versti tími í sögu Seðlabanka Íslands og ég held að sagan muni dæma núverandi fjármálaráðherra sem einn versta fjármálaráðherra Íslandssögunar. Ef þetta heldur svona fram sem horfir og það verður ekki gripið í neina tauman eins þar og einhvern veginn bara öllu haldi áfram að sleppa öllu lausu í því að fjármagni sópi til sín því sem það vill og að neðsti þriðjungurinn verður bara látin taka skellinn og ég ætla ekki að spá því hvort eitthvað bresti eða mótmæli eða sko, ég get ekki séð það fyrir ég kann ekki þau fræði það komið til félagsfræði og stjórnmálafræði en efnaðarslega er þetta alveg hræðilega óþægilegt þannig ég ætli bara að fara að taka mig frí frá rauðaborðinu því ég nenni ekki að vera að segja sömu hlutir aftur og ég vona innilega hefur rátt fyrir mig og þetta bara en uppskriftin er að þetta er ógeðstrykkur sem er búið að brugga hérna og þetta er miklu alvarlega ástand en manni virðist af umfyllun hér sko og það er sko það sem er verra núna okkur ég er svona sérstaklega súr kannski núna er að sko það er byrjuð að koma merki út í heimi að verðbólgan sé að minnka að því að orkuverðið er farið niður það er búið að vera að gera aðgerið þar allt síðast ár og bregðast við og þú veist og þó að séu alveg líka verkföll og fólk vil fá kjara bætur en skilur það er þó þú veist, tölurnar eru á mælarnir maður farnar að vísa rétt átt. Hér eru tölurnar farnar bara veist, að vísa í öfuga átt og gliðnunin að verða meiri og verri og kannski fjöldin að aukast í þessum sko í byrjun voru að tala neðstu tíundina neðstu 10%, svo voru að tala neðsta fjórðungin nú voru að fara að tala neðsta þriðjungin þú veist, þetta er ekki eðlilegt, þetta er ekki heilbrigt og þetta er ekki sko þetta getur ekki enda vel þegar öll merkin eru svona en hins vegar kemur þetta kannski ekki á óvart ef að sko kennslan í viðskiptahagfræði byggist á að breyta engu frá því sem að var og hérna efnaðarstjórnunin frá þessum tveimur meginstöðum fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans byggir bara á hugmyndum að svona sé þetta og þetta sé það sem við eigum að gera hækka vexti og þá munir verðbólgan koma niður að þá er ég ansið sættur að því verði haldið áfram ég veit ekki, síðast var farið upp í 18% ég veit ekki hvar mörkin liggja núna en sko á einhverjum tímapunkti þarf raunveruleikin að byrtast þér ef þú situr við þessa stjórn og þú færðan í andlitið raunveruleikan en já, þannig að en þetta stjórna þjóna hagsmunu þeirra sem að verði ekkert fyrir svona sérstökum skada geta alveg beðið af sér ykkur að verðbólgu þeir fá alltaf verðtryggingu á fjármunina sína það er ekkert verið að þeir eru borga lága skatta miklu lægri en annar staðar hafa það bara fínt það er bara aðri sem eru að þjást og ef að við erum sko með þannig viðhorf við erum með það og bæði Seðlabankinn og fjármálaráðuneytið segja til dæmis við verkalýðshreyfinguna að hún verði bara að hafa geta hófs hún verði bara að taka á sig þessa þjáningu þetta er ekki fólk sem er að þjást sem er að segja þetta þeir hafa það ágætt bæði Ásgeir og Bjarni Ben og allir sem að þeir þjóna hafa bara fínt og sko ég var á bókmenntahátíð svolítið helgina og það er svona mjög góð leið til að halda svona hausnum hreinum ef maður lesa mikla hagfræði að lesa skáldsögur líka eða að fara á bókmenntahátíð það var frábærir gestir mannþakklándi innflytjandinn og Dína sem var í Kiljóni gær meðal annars og fleiri frábæri en
hvað ætlaði að segja? Já, að sko, það var ein bók sem ég las sem var á bókmyndahátíðinni sem fjallar fíkn og hvernig við komum illa fram við fíkla og þá sem minna meira sín í samfélaginu og sko þessi bók lýsir því ótrúlega vel og ég var eiginlega þegar ég fór síðan aftur í að lesa hagfræðina sko að reyna að nota þetta sem greiningatól þessa bókmenntasögu að þetta eru náttúrulega bara peningafíklar þeir sem að eiga peningana og hafa peningana og finnst þeir eiga skilið það sem þeir fengu í fyrra og þessi allt gott er þeim að þakka en allt slæmt öðrum að kenna og síðan sko þetta manngildis viðhorf að þeir sem að lendu undir eða þeir sem að fara illa út úr þeim að kenna og við berum enga ábyrgð gagnvart því fólki það getur sjálfum sér kennt og það einhvern veginn eigið að bara skilið að hafa það svona skýtt eða drepast sko. Það getur bara eyðilagt þroska þeirra ef við ætlum að mýkja sársökan sem að þau verða fyrir vegna glabræð mistaka sem þau hafa sjálf gert það er bara sama og fjármálaráðherra er að segja hann vil ekki mýka sársökan sem að hinni verðstæðu verða fyrir eins og það vinnur gegn verðbólgunni og líklega hugsa það sama að það bara það borgir sig að fólk finni fyrir fátæktinni annars rífur það sig upp úr henni og þetta er einhvers konar bilað samfélag sem er svona þetta er það. Og það, ég veit ekki hvernig á að laga það er til fullt af aðferðum að hagfræðliðinni sem væri hægt að grípa til bara, og það er ekki einu sinni langt síðan að við þurfum að revja upp þegar var hægt að gera alls konar hluti sem voru óhugsandi nokkrum misserum áður en það er eins og okkur hafi liðið svo illa í þessu faraldri að við viljum gleyma sko öllum efnaðarstækjunum líka sem voru gerðar að því þær hafi nú bara verið einu sinni og jafnvel kennir fólki sem á peningana þvíum að verðbólgan sé því það er mjög algeng skoðu núna það var dælt út og miklum peningum út í hætti við og þess vegna verðbólga já, og þess vegna þurfum við að loka héraðsskjalasöfnum og menningarhúsum og láta hvað segir við þessi þetta er það sem að sko hægri hagfræðingarnir er að halda því fram núna að það sem kom í hausinn á ríkisvaldinu að hafa prentað mikið peningum í COVID til þess að vega upp tekjutapið bæði á almenningafyrirtækjum og þess vegna erum við verðbólgu já sko, það er peningamannskenningin peningarnir sem voru gerðir sem var reyndar ekkert mikið hér það var hvorki magnbundin í hlutun hér nýja sendt út það virkuðu henni sjálfvirku sveifnuröflarar það kom smáhalli á ríkissjóð það var peningur sem fór í að halda efnahagslífinu gangandi í svarthólinu þegar það var slökkt á öllu verðbólgan er ekki að koma núna 2-3 árum setna út af þeim peningum það sko lógikin í þeirri hugmynd er einhvern veginn alveg ég veit ekki hvernig ég á að ná að debattera hana sko það var hins vegar haldið áfram í útgjöldum sem að hluta til leitu til verðbólgunar hún er ekki en það sem ég meina með fjármálaáætlun í fyrra að ríkið hefði getað sko dregið úr alls konar útgjöldum sem var sleppt lausum í COVID og aðalega að ná jafnvægi með því að auka skattheimtuna, ná tilbaka upp í hallan en ekki að halda áfram með hallan eftir COVID, að því þau vöndust á það að geta það að því það er ekkert svarthól núna sem þarf að fylla, það er ekkert atvinnulífstopp sem þarf að halda á lífi eða fólk sem er heima og þarf að fá hlutdeildarbætur það er vandinn að hluta til í verðbólgunni síðan er 2/3 af henni með að við tölur frá Evrópu ég býð eftir að fá tölur hérna sem verða líklega aldrei tekna saman 2/3 vegna hagnaðaraukninga fyrirtækjana sem við getum ekkert verið að kvart yfir að þau séu ljót að gera að því þau byggjast á hagnaði þau vilja fá meiri hagnaði ef þau komast upp með að þau gera það en þar væri hægt að gera aðgerði til dæmis með skattlagningu á hagnað og hins vegar
að stuðla að og íta undir samkeppni, draga úr fákeppni með sko miklu öflugri aðgerðum heldur en hefur sést hér en það vandi sem við búum við á þessari eyju en þú veist það eiginlega þessir þættir í hérlendis íta undir meiri verðbólgu með að vera samtidig. Hins vegar voru þau með miklu meiri verðbólgu út af orkukrísunni sem við slupum við. En samt einhvern veginn tekst okkur ekki að við erum komin yfir verðbólguna í EES-svæðinu. Við vorum bara í sumar voru með það land í Evrópu sem hafði minnstu verðbólgu fyrir utan Sviss. Já, í örf á mánuði sko. Herðu, þú ert ekki bjartsýnn Ásgeir Brynjars? Nei, því miður, ég bara eins og ég segi, ég vona ég hafi ránt fyrir mér, en ég ansið hrættur Og þú ert að hóta því að kom ekki hérna við rauðaborðið á meðan svona svartsýnn Það ekkert gaman að vera ég verið að ríkja við það, þá munum við ekki sjást hérna nokkur næstu ár, því að ég held að ástandið muni verið að varið lengi ég ætla ekki að Þannig ég treysti því að þú brjótir þetta loforð kom ekki fyrir að sjá þetta í sólar það getur mjög margt gerst en þetta eru ótrúlegir tímar sem við erum að lifa í efnahagslífinu, í heiminum og það einhvern veginn alveg stórfurðulegt að það sé ekki meiri umræða hér á landi heldur en bara hérna við rauðaborðið á einstaklega stað Herðu, takk ég kærlega fyrir Ásgeir Brynjar og þetta var óstjórn í efnahagsmálum. Við ætlum að tala óstjórn í loftslagsmálum og ef einhver ber ennþá með sér veika von að þá býst ég við að ég og Hjalti Hrafn Hafþórsson slökkum í henni þegar við ræðum loftslagsstefnu stjórnvalda eftir augnablik. Þá er bara að lesa bók. Já, það víðar óstjórnaldur í efnahagsmálum sem við reyndum hérna áðan. Það líka, maður segja að það væri óstjórn í loftslagsmálum. Það eru áallanir stjórnvalda aðgerðir í loftslagsmálum hafa bara ekki gengið eftir. Það hefur komið fram og er óumdeilt. Til þess að ræða þessa stöðu er hingað komin í gegnum tæknina Hjalti Hrafn Hafþórsson sem er staddur á Snæfellsnesi ef ég veit rétt. Blessar, Hjalti. Hvað segirðu? Hvað er það? Hvers vegna ná stjórnvöld ekki áætlunum sínum? Já, í fyrsta lagi það var alveg fyrir séð frá því að þessar áætlanir voru settar að stjórnvöld voru ekki að fara að ná þeim. Það var bara algjörlega gagnsætt og ég held að það hafa aldrei verið stefnt að því að ná þeim í rauninni, ekki fyrir ekkert en annars staðar í heiminum. Trendið í heiminum hefur verið að setja áætlanir til mjög langs tíma, segja að við ætlum að vera kolefnishlutlaus 2040, 2050, eitthvað þannig og síðan gera enga svona nákvæma aðgerðaáætlun með markmiðum til styttri tíma. Þetta þýðir það að þeir pólitíkusar sem setja markmiðin þurfa ekki að standa við þau. Og þetta er gert með annarri hendi, það er sett einhver falleg loforð til mjög langs tíma. Með hinni hendinni þá var allt keyrt á sömu gömlu forsendunum, hagvexti og hámarka neyslu, hagvöxt og allt þetta sem er í gangi dagsdaglega. Og það var alltaf dálítið gagnsætt sko að íslensk stjórnvöld ætluðu bara að spila sama leik og er gerður annars staðar í heiminum, setja langtíma áætlanir og það var ekkert svona framkvæmda plan sem að fylgdi með þeim. Frekar þá hefur þetta verið notað til þess að keyra einmitt í gegn meiri orku sem að líka frekar gagnsætt á ekki að fara í orkuskipti heldur að ganga upp í hagvöxtinn, að búa til meiri framleiðslu og í rauninni bara halda áfram í sama horfi. Þannig að af hverju áætlanir ekki að ganga upp? Ég held að það hafa aldrei staðið til að það gengi upp. Það er bara einfaldlega þannig. En það er eitt að hafa áætlanir þannig að allt sem er sársakafullt og erfitt komið svona við endan, einhvers veginn mann löngu áður en eftir að þessi ríkisstjórn er farin. En það er líka einhver markmið sem eru innan tímabilsins sem hefur komið í ljós að standast ekki einu sinni. Þannig að
staðan hjá okkur í dag lakari heldur en áætlanir sögðu til Já. Veistu hvaða áætlanir það eru sem eru í skemmri tíma? Var ekki loftslagsráð að leggja mat á hver staðan væri og þá kemur í ljós að við erum á lakari stað núna heldur en áætlanir sögðu til þannig að það ekki bara það að eigi allt verkið sé og allt óunnið heldur við erum komin á svipað ról og við vorum fyrir COVID, það kom hann að smá COVID svona hóla í línuritin en við erum komin á sama stað og var fyrir COVID. Það var staðan í heiminum þannig líka að við tókum smá dýfu í útblæstri í COVID. Það í annað skipti bara í sögunni síðan að við byrjuðum að reyna að draga úr útblæstri að hann hefur dregið saman. Eitt skipti var 2008 í heimskreppunni, svo gerist það í COVID og íslensk stjórnvöld í rauninni það dálítið segjandi að það kemur þarna samdráttur og það ekkert reynt að byggja á því. Það bara reynt að keyra hagkerfið upp aftur á sama stað meðan að það hefði til dæmis verið hægt að hugsa til lengri tíma að ef við ætlum að standa við markmiðum að vera kolefnishlutlaus 2040 sem bara alls ekkert það langt inn í framtíðina svona þegar maður fer að hugsa það þá þarf til dæmis að draga rosalega mikið úr flugsamgöngum og þarna stígur íslenska ríkið inn og í rauninni styrkir Icelandair, stærsta flugfélagið á Íslandi út úr stöðunni sem það komið í. Þar hefði ríkið til dæmis geta eignast hlut í fyrirtæki sem að það getur síðan stýrt út í það að draga saman meðan að ef að frjálsi markaðurinn eins og ætlast til eigi bara svona einhvern veginn að stýra öllum samdrætti sem þarf að verða þá gengur það aldrei upp. Og þetta dálítið lýsandi að ríkið vill aldrei stíga inn til þess að stýra samdrætti þar sem hann þarf að eiga sér stað, þá bara búa til einhverja markaðshvata til þess að gera það sem að ganga síðan aldrei eftir af því að það hvergi sett inn stýring, það engin stýring sett inn til dæmis á orkuverð eða hvers konar orku þú getur keypt, ekki sem marktæk. Það mikið rætt aðgerðir í loftslagsmálum. Stjórnmálað fólk og stjórnvöld tala mikið það. Reynslan svo að við ættum ekki að taka neitt mark á þessu? Í rauninni það hefur aldrei gerst að útblástur dragi saman alveg sama hversu mikið það lofað nema á krepputímum, það að segja í heimskreppunni og í COVID. Ástæðurnar eru dálítið snúnar. Við búum í kerfi sem að byggir á hagvexti, að þrífst á hagvexti, getur í rauninni ekki virkað án hans, sem þýðir að við erum alltaf að stækka kerfið. Kerfið þarf orku og orkan það eru viðskipti með hana á frjálsum markaði, sem þýðir í rauninni að ódýrasta orkan alltaf keypt. Það eru jarðefnaeldsneytin. Þau eru ódýrasta og hagkvæmasta orka sem við eigum og það mjög auðvelt að flytja þau, það auðvelt að nota þau hvar sem og þessi orka verður fyrir valinu og meðan að þessar grunnforsendur í gangi með hagvöxt, frjálsan markað, þá ekki hægt að vinda ofan af bruna á jarðefnaeldsneytum.
Og jafnvel þó að einhver staðar sé gert eitthvað í til dæmis að byggja upp vistvæna orku, þá færast jarðefnaeldsneyti bara til. Af því að markaðsverðið breytist, einhver hættir að nota jarðefnaeldsneyti, þá lækkar markaðsverðið, þá eru þau bara notið einhvers staðar annar staðar. Og þessar tilfærslur verða allan heim, af því að þetta á heimsmarkaði sem að þessi viðskipti að gerast. Þannig að í rauninni, jafnvel þó að land eins og Ísland eða eitthvað ákveðið svæði í heiminum væri að gera allt sem þeir ætti að gera, þá væri það ekki nóg. Sem því ekki að við eigum ekki að gera allt sem við eigum að gera, við eigum auðvitað að vera fyrirmynd og við þurfum að byrja á okkur og beita okkur síðan út af við. Þetta eru rosalega stór og snúin vandamál, en í grunninn þá eru vandamálin þessar forsendur kapitalismans sem að við þurfum einhvern veginn að grípa inn í og setja bremsu á til þess að geta undið ofan af öllu hinu. Og á svona glóbal vettvangi þá, því að dugar ekki breytingi í einu landi. Já, þetta bæði á glóbal og glóbal vettvangi. En að því að þú nefnir þetta að ef Íslendingar myndu draga saman að þá hætt við að brunin komi fram annar staðar. Ég veit ekki hvort það sé rétt að byrja þig að spá fyrir það af hverju stjórnvöld lofa svona miklu og hafa svona lítinn hvata til að standa við það. Getur það spilað inn í það að fólk upplifið það tilgangslítið að standa sig vel á Íslandi vitandi að það kannski lagar ekki stöðuna í heiminum. Það getur aðrar þjóðir getur tortímt okkur þó að við stæðum okkur vel. Það getur alveg verið og það það náttúrulega í vissum skilningi. Þetta global vandamál, bara alveg út í gegn og allt þetta hnattræna samstarf byggir náttúrulega á því að hver og einn sé að gera sitt, en hnattræna samstarfið rosalega veikt. Það ótrúlega brothætt og veikt og sér það til dæmis að það heldur engin aðgerðaáætlun í hnattræna samstarfinu. Það bara hvert ríki að gefa upp sínar skuldbindingar. Þeir þurfa ekki að gefa upp neina aðgerðaáætlun hvernig þeir koma að staðinni. Það mjög sjaldgæft að ríki standi við þær skuldbindingar sem þeir gera og þá það yfirleitt út af einhverjum svona one-time undantekningum eins og að finna gas í Norðursjó eða eitthvað hannig sem að gefur eitthvað slaka í smá stund. Það má ekki minnast á orðið jarðefnaeldsneyti á ráðstefnum gróðurhúsaáhrif, þannig að það bara segir rosalega mikið eitt og sér hver staðan að þetta orð má ekki koma fram í dokumentum. Þannig að alþjóðlega samstarfið mjög veikt og núna fyrir 2 árum í Glasgow var markmiðið að vera undir 1,5 gráðu, bara einfaldlega gefið eftir. Það ekki markmið lengur, það farið og nú baráttan að halda sig undir 2 gráðum. Það á eftir að fara alveg eins, þetta eru langtíma markmið. Þegar að tíminn líður þá allt í einu 2 gráðu markmiðið farið. Að hætta allir að hugsa það og svona maður sér ekki annað en þetta eftir að hjakka svona áfram. Hækkunin gerist hægt, áratug fyrir áratug mjög greinilegur munur. Það ekki hægt að sjá þetta kannski ár frá ári en áratug fyrir áratug sér þau rosalega mikla hækkun og eftir 2050 þá fyrir þetta að vera hraðar og við að fara inn í krísutíma eftir 2050 og árið 2100 getum við verið komin á bara virkilega hættulegan stað fyrir lífið á jörðinni. En kerfin sem við erum að vinna inn í, þau að vinna gegn okkur á öllum stigum. Þannig að það ekki grundvallar kerfisbreyting og við þurfum ekki að hugsa efnahagskerfin og annað upp á nýtt, þá gerist ekkert. Nei. En hluta til ástæðan fyrir því að
stjórnvöld og fólk almennt horfist ekki augu við vandan. Má kannski veltaði fyrir sér hvort það sé svona sálfræðilegur. Ég nefndi áðan að hver sig getur sagt að það skiptir ekki máli hvað ég geri ef það brennsla fyrir fram einhvers þar annar staðar. En svo það líka svolítið ríkjandi í umræðinni svona trú á einhverjar snjallar lausnir að við getum bjargað okkur með því að fylla upp í mýrarnar, tróða kólefnunum einhvers þar niður í hraun, veiða á loftinu og ýmislegt annað. Heldur að þetta spili inn í það sem svona löngun á því að kerfið sjálft sem að þú segir að sem meinið muni geta leyst vandan með einhverjum tækninýjungum, með einhverjum business-lausnum og öðru slíku sem svolítið ríkjandi í umræðinni. Já, langar rosalega trú á töfralausnir. Það væri rosalega gott ef þær kemur fram. Og það náttúrulega vonin hjá flestum. Við þurfum að fylla upp í mýrarnar. Þær eru næstu því 1/3 af útblæstri á Íslandi er úr þessum skurðum og þessi votlendisvandi á Íslandi eða bara landnýting á Íslandi er bara stór hluti af vandamálinu hér og það þarf að taka á landnýtingu allstaðar. Jarðvegur er rosalega dýrmætur upp á að binda kolefni og það þarf að búa til stefnu og pólisí það bara allan heim, hvernig jarðvegur er nýttur. En tæknilausnir eins og til dæmis að veiða þetta úr loftinu og dæla því ofan í grjótið, það getur alveg virkað á einhverjum skala og það getur komið að því að við bara virkilega þurfum að gera þetta á einhverjum skala til þess að draga niður kolefnið. En eins og þetta að virka núna þá þetta í viðskiptamódeli sem þannig að eitthvað fyrirtæki kaupir bindingu gegn losun. Þannig að þetta í rauninni ekki að draga niður kolefni sem komið út í andrúmsloftið. Þetta að binda eitthvað sem að aðrir ætla síðan að bæta út á móti. Þannig að þetta á að koma út á nulli. En það ætti rauninni að vera að reka þetta þannig að við séum að binda það sem komið nú þegar út í andrúmsloftið. Þetta betri leið að gera? Sama á við skógræktina, að hún er líka það sem að eftir að koma. Sama á við skógræktina, businessmódul á bak við það. Það er eiginlega syndakvöldu fyrir það sem þú ættir að menga. Businessmódel eru rosalega svona skrítinmörg. Sum af þeim eru bara svindl. Það er bara alveg búið að rannsaka það að sum af þeim eru bara hreinlega svindl og það sést aldrei bara á verðlaginu. Ef þetta væri svona ódýrt að binda kolefni eins og sum þessi fyrirtæki að auglýsa þá væri ekkert vandamál, en rosalega mikið af þessu gengur út á að færa vandamálið bara á milli heimshorna. Þú mátt menga hér og ég ger eitthvað, býti skó eða verksmiðju sem að bindur kolefni í jarðveginum einhvers staðar annars staðar. Þannig að við ætlum fara í rauninni á Íslandi að fara að flytja inn mengun annars staðar frá í heiminum, setja hún í grjótið okkar. Við vitum ekkert hvað áhrif það hefur á jarðvatn eða hversu varanlegt þetta er eða neitt. Þannig að þetta er voðalega svona hæpið prógram í bili. En sjálfsagt að þróa svona tækni, en hún verður aldrei eitthvað svona endanleg töfralausn meðan að hagkerfið og hagvöxturinn og allt batterið er að keyra áfram. Hún getur verið svona auka lausn til að hjálpa okkur þegar við erum komin á mjög vondan stað, hugsanlega, þegar hún er þróuð áfram. En maður svona hefur margar efasemdir og spurningar kolefnisbindingar prógram. Já. Þú nefndir að fylla upp í mýrarnar og það hefur verið rætt það og þessi skurðir sem voru náttúrulega grafnir fyrir ríkisstyrki á sínum tíma og það ætti að vera einfalt mál að bara
gera það sama í öfu átt og fylla út í þá. En samt hefur það gengið frekar hægt og það deilt hvort þetta sé raunverulega til gagns, hvort að skurðinni séu hættir að hleypa út efnum og séu orðnir geti jafnvel verið lakara að fylla upp í, þú kannast við alltaf þessu umræðu. Það sem ég að velta fyrir mér af hverju samfélagið getur ekki komist að niðurstöðu svona mál og svona stór átak, hvort það séu hagsmunir og ríki sem standi gegn þessu, hvort að skilningur stjórnvald og almennings á alvörunni séu og veikur sem að veldur því að ég held að sé búið að fylla upp í sáralítið af þessum skurðum sem að þó eru á markmiðum stjórnvalda, held ég. Þessi skurðir náttúrulega eru mjög margir á einkalöndum. Ég held að það sé hluta vandamálinu að eignarrétturinn á landi bara rosalega sterkur í okkar löggjöf. Þannig að stjórnvöld hafa í rauninni minna umboð til þess að fara og fylla upp í heldur en annars væri. Svo eins og við segir, land náttúrulega rosalega misjafnt. Þetta gengur út á það að ef vatnsyfirborðið í jarðveginum nógu hátt, þá verður ekki rotnun, sem þýðir að metangasið sem verður við rottunina fer ekki út í andrúmsloftið. Ef vatnsyfirborðið búið að vera mjög lágt, mjög lengi, þá er kannski mjög mikið af þessum lífrænu efnum búin að brotna niður. Að fara að hækka það upp aftur, við vitum ekki nákvæmlega hvað það gerir. Þannig að þetta fer dálítið eftir svæðum, hvað þú getur gert, hversu mikið blautt svæðið var áður og hvar vatnið rennur og svo framvegis þegar þú ert búin að fylla upp í. Þar sem hægt að endurheimta votlendi eru klárlega tækifæri og mjög mikið hægt að gera til þess að stöðva metanuppgufun, og metan miklu hættulegri gróðurhúsalofttegund heldur en koltvíoxíð til skemmri tíma. Það síðan brotnar niður í andrúmsloftinu en koltvíoxíðið heldur áfram, það í mörg hundruð ár. Þannig að ég held að þetta sé sambland af öllu sem þú ert að segja. Ég held að almenningur, landeigendur hafi ekki skilning á alvarleika vandamálsins. Ég held að löggjöfin og sérstaklega eignarrétturinn sé það sterkur í lögunum að það sé í rauninni ekki hægt að gera neitt, og líka að þetta er mjög mismunandi eftir svæðum og hvað skurðirnir eru búin að vera lengi og svo framvegis, hvað er hægt að græða mikið á því. Og svo þurfum við náttúrulega líka, við þurfum landbúnað, þannig að það þurfa að vera ennþá tún og svo framvegis, það má ekki fylla upp í allt. Það þarf að vera hægt að búa til mat á landinu og við þurfum að rauninni að reyna að reiða okkur meira á að búa til mat í okkar svona nærumhverfi heldur en að flytja hann heimsókn á milli, sérstaklega þegar fram líða stundir. En það mætti byrja að fylla upp í þá skurði þar sem er mestur ávinningurinn af. Það þarf ekki að leysa kannski alla skurðina áður en að byrja að fylla upp. Já. Herðu, nú mikið rætt og það þetta sem stefna ríkisstjórnarinnar sem svolítið áberandi að flýta orkuskiptum í samgöngum, sem að þýðir að samkvæmt ríkisstjórninni að virkja tvöfalda það sem er búið að virkja og bæta við. Er þetta góð stefna? Ég held að þetta sé nokkuð gagnsæ stefna, af því að trendið í heiminum hefur verið að þú notar þessa umræðu græna orku til þess að búa til orkuver, sólarorku, vindorku, sama hvað, ef það er græn orka þá fer það að búa það til út af því að það er svo mikil pressa. Sú orka kemur örsjaldan í staðinn fyrir orkuna sem var verið að nota, það er að segja kolaorkuna og bensínið og svo framvegis. Hún yfirleitt gengur einfaldlega upp í hagvöxtinn
að segja, hagkerfið að stækka, þarf meira og meiri orku, þannig að nýja orkan sem búin til gengur upp í þennan hagvöxt en kemur ekki í staðinn fyrir gömlu orkuna. Og ég held að þetta sé algjörlega gagnsætt, sérstaklega eftir að Sjálfstæðisflokkurinn fékk umhverfisráðuneytið, að þetta stefnan á Íslandi. Þeir segja að við ætlum í orkuskipti og það allir að vera komnir á rafmagnsbíl eftir 10 ár. Þeir ætla að keyra í gegn fullt af virkjunum, en eftir 10 ár þá öllum nákvæmlega sama hvort þú ert að rafmagnsbíl eða bensínbíl. Það verður kannski hærra hlutfall af rafmagnsbílum eða eitthvað, en meiri hlutin af þessu orku á einfaldlega eftir að ganga upp í hagvöxtinn. Við höfum meiri orku til að selja, getum stofnað fleiri verksmiðjur eða fyrirtæki eða hvað sem það er. Það bara, þannig hefur þróunin verið aftur og aftur og aftur og aftur í heiminum og ég held að sé svona óorðuð stefna Íslandi að við gerum það líka. Meina það allavega ekki stefna að fara að draga saman flugsamgöngur eða gera neitt að alvöru í skipaflótanum okkar. Hugsanlega verða einhverjir komnir á rafmagnsbíla en það engin vinna í að koma flutningabílunum á rafmagn eða neitt svona sem að virkilega gæti talið. Þannig að ef að verða orkuskipti í samgöngum og fólk keyrir á rafmagnsbílum á götunum, að þá verður olíunni brennt eitthvað annars þar, jafnvel á Íslandi. Já, en ég er heldur ekki þessum að sem sagt olían, já ok, rafmagnsbílarnir eru ágætir út af fyrir sig, en það er fullt af hlutum í samgöngum sem að nota olíu sem að við höfum engar tæknilega lausnir til þess að knýja áfram á rafmagni, eins og þungaflutninga, stóru skipin okkar og flugvélar og það kerfi, það algjörlega á dagskrá hjá ríkisstjórninni að stækka þessi kerfi, stóra flutninga, fleiri skip, fleiri flugvélar, þannig að þó að allir fara á rafmagnsbíla þá það lítill hluti af stóru myndinni. Þetta bílar séu 15% af útblæstri á Íslandi. Þannig að þó svo að það verði þetta færist allt saman bara til. Þó svo að það verði virkjað hér, þannig að það verði tvöfalt meira rafmagn framleitt meðal annars til þess að knýja áfram samgöngur á landi, að þá verður niðurstaðan eftir 10 eða 12 eða 15 ár, hvað þetta er tíma, þá verður engin bat í loftslagsmálum við það. Það er þín spá. Það gæti mjög vel farið þannig. Ég auðvitað vona að þetta verði til mikilla bóta og það verði allar samgöngur komnar á rafmagn og þetta gangi allt saman rosalega vel, en eins og stendur þá er ekkert sem að bendir til þess, ekki reynsla annars staðar í heiminum með svo tækni sem til sem að bendir til þess að þetta verði raunin. Neinn tækni sem á sjóndeildarhringnum einu sinni. En er það ótt að segja að stefna stjórnvalda í loftslagsmálum að hún, hvað við að segja, byggi á sandi, að það sé stefnan mun ekki ganga upp, það þarf að breyta stefnunni til þess að verða einhver árangur. Það dugar ekki að flýta inn eða eitthvað slíkt, hún er bara röng stefnan. Já, en það þarf kannski líka nefna það að stefnan í heiminum, svo stefna sem að ríki heimsins hafa endurtekið verið að setja fram, hún byggir dálítið á sandi, af því að, eins og ég sagði áðan, grundvallar forsendurnar sem að þessi stefna byggir á svo að þetta kapitalíska hagkerfi með endalausum hagvexti og endalaust aukinni neyslu geti gengið áfram endalaust. Og það bara ekki raunin. Við höfum ekki orku til að knýja það og orkan sem við erum að nota núna, hún að drepa jörðina, hægt og rólega. Og stjórnvöld og einhver leyti almenningu líka vilja ekki breyta stefnunni og eru þar leiðandi til í að keyra jörðina í kaf frekar heldur að skipta kerfi.
Já, ég held að rosalega margir átti sig ekki á alvarleika vandans eða hvað við erum að stefna í og þess vegna höldum við bara áfram með okkar daglega líf og það rosalega notalegt að geta farið í sumarfrí á bensínbílnum sínum og keypt sér hlutina sem mann vantar eða langar í og það langar að gera til að fara að trappa niður lífstílinn sinn bara át af einhverju sem að gerist kannski og kannski ekki og maður veit ekki alveg og einhverju vísindamenn segja eftir 50 ár og þetta er rosalega erfitt vandamál á því leyti að þetta er svo langt í burtu, það er ekki inn í sálfræðinni hjá okkur að fórna einhverju akkurat núna fyrir eitthvað sem er svona langt í burtu og þess vegna er þessi umræða líka í pólitíkinu, hún verður alltaf að snúa það að þú þarft ekki að fórna neinu, fólk má ekki fórna neinu af sínum lífsstíl eða lífsgæðum. Við ætlum að leysa þetta einhvern veginn með frjálsum markaði og galdra tæknilausnum fyrir árið 2040. Þannig að það svona er orðræðan sem gengur og hún er algjörlega byggð á sandi. Og þú getur ekki brugðist heldur við sjálfur einn því að ef að þú dregur úr þinni neyslu og eyðslu að þá geta bara aðrir tortímt jörðinni fyrir þér. Þannig að það verður að gera þetta á einhverjum skala og breytu kerfinu. Já, þetta verður að gerast á stórum skala, helst á hnattrænum skala, en í öllu falli þá þarf þetta að vera á þeim skala að það séu reglugerðir sem að ná yfir allt samfélagið til þess að það virki. Það gerir bara rosalega lítið að ætla sig einn og sjálfur að breyta sínum lífstíl. Það verður bara einhver tilfærsla á hvar útblásturinn verður á móti. Þetta er svona dapurleg staða. Þannig að þetta er snúið vandamál í aðeins. Og dapurleg staða. Já. Nú, segðu mér að þú ert búin að vera að tala þetta í mörg ár og þú skynjar alvöru, kannski alvöruna í málinu. Já. Og það er mikið talað umhverfismál og svona fyrir kosningar og alls konar dillidögum og eitthvað fleira. En það er ekki að sjá neitt árangur og það er aðgerðir sem er verið að tala munu öllu líkjum ekki skila árangri. Hvað, hvernig líst þér á svona stöðuna? Er það bara, ertu fastur í rútu sem er bara að fara að keyra á vegginn og ertu að gefast upp á að geta talað fólkið í rútunni inn á að það verði að beygja? Ég er bara ansi hræddur það. Það er það sem ég óttast. Maður gerir sitt besta, reynir að tala þessi mál og skrifa þessi mál og fá fólk til þess að hlusta og trúa, en maður upplifir sig alltaf dálítið að hrópa í eyðimörkinni. Ég er bara rosalega hræddur það að við séum að keyra, ekki bara að keyra vegginn, heldur erum við að gefa í. Við erum stöðugt að gefa í, við erum að auka hraðan, frekar en að stíga bremsuna. Og ég held að fólk átti sig ekki á því fyrir eftir svona kannski 20-30 ár, kringum 2050, hvað raunverulega er að gerast. Þá fari fólk að heimta raunverulegar aðgerðir. Þá getur það verið of seint. Þá getur það verið eitthvað byggjum, en þá verður það orðið of seint. Því að það sem við erum að gera núna er að læsa okkur inn í breytingar rosalega langt inn í framtíðina. Ok, en ef það er ekki alvara í stefnu stjórnvalda og þau eru ekki að skila gagni, hvað snýst þá umræða stjórnmálamanna loftslagsmál? Er það bara svona einhver friðþæging til kjósenda eða hvað? Hvað er það? Ef það er ekki til gagns? Ég held að mjög líklega eitthvað fólk í pólitíkinni sem hefur raunverulegar áhyggjur af loftslagsmálum en svo kemur það inn á þetta svið þar sem það þarf að gera málamiðlanir og takast á við einhvern
einhver svona raunveruleika í íslenskri pólitík eða pólitík í heiminum, það sem eru bara rosalega sterkir leikendur sem eru stór fyrirtæki, stóru olíurisarnir, gífurlegir hagsmunir og það er voðalega erfitt að segja til dæmis að nú þurfum við að draga saman flugsamgöngur svona mikið á x mörgum árum. Það þýðir færri ferðamenn, það þýðir minni tekjur, það þýðir að einhverju missa vinnuna sína sem að reka hótel einhvers staðar, einhverju veitingastaðir fara á hausinn. Alltaf þú ætlar að fara að draga saman þetta kerfi, þá lendir það á fólki sem að missir vinnuna sína og missir tekjurna sínar og það verður kreppa og kerfið eins og það býður ekki upp á neitt til þess að gefa á móti. Allt kerfið okkar byggir á því að við höldum áfram í hagvexti og neyslu og keyrum þetta endalaust áfram. Þannig að ef þú byrjar ekki að hugsa kerfið upp frá grunni, hvað við getum gert, þá hafa stjórnmálamennirnir, jafnvel þó að þeir komi inn í þetta með alveg gullhjarta og ætla að bjarga jörðinni, þá hafa þeir voðalega lítið í höndunum til þess að vinna sig áfram. Þannig að það sett fram eitthvað svona friðþægingar loforð og eitthvað svona sem að hljómar allavega vel á blaði og gert sitt besta til að vinna eftir því. Hugsalega gera það eitthvað og hugsalega ekki, en það er ekki að sjá það. Ég held að það sé dálítið hingað til ekki að sjá að það gagnast. Svo er aðrir náttúrulega sem ég held að séu bara gagnsætt að nota þessu orðræði til að það keyri í gegn eitthvað allt annað. Þegar einhver allt verður áform. Eins og að tvöfaldar raforkuframleiðslu í landinu fyrir eitthvað annað en bíla, mjög líklega. En ég held að ef maður tæki saman alla umræðum loftslagsmál bara að segja síðustu 3 árið eitthvað, þá innan við 0,2% af þeirri umræðu snýst það að breyta kerfinu. Það er svona ágískunni á mér, ég ekki búin að mæla þetta, ég gíska það. Já, ég held að þú veist það og ég veit það að hugmyndin að breyta kerfinu bara ekki inni í samfélaginu. Það hvarflar ekki að fólki að það sé einhvers konar öðruvísi kerfi mögulegt. Og eins og einhver staði, það er auðveldara að ímynda sér enda heimsins heldur en enda kapitalismans. Það er bara staðan sem við erum í, að fólk getur ekki ímyndað sér annað kerfi. Það getur ekki séð það fyrir sér. Það getur voðalega vel ímyndað sér heimsenda árið 2100 en að heimsendinni getur orðið í einhverju annars konar kerfi heldur en kapitalisma, það getur fólk ekki ímyndað sér. Herðu, Hjalti Hrafn, kærar þakkir fyrir spjallið óstjórnina í loftslagsmálum og við höldum áfram að fjalla umhverfismál á næstu vikum eftir helgina en sláum botnin í þáttinn í kvöld. Þakka Hjalta og öllum gestum kærlega fyrir ykkur sem að stöldruð við og hlustuð. Minn ykkur á að þið getið aðstoða okkur við að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook. Það hjálpar okkur, það breiðir út efnið. Þið getið ekki að drifta efninu sem ykkur líkar. Þeir sem að vilja styrkja okkur fjárhagslega er bent á að fara inn á samstöðum.is. Þar er hnappur sem heitir skráning, þá getið gengið í Alþýðufélagið, en Alþýðufélagið á samstöðuna og félagsgjöld í Alþýðufélaginu er eins konar áskrifta samstöðinni. Þið getið lesið það á síðunni. En takk fyrir í kvöld og sjáumst eftir helgi. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir
réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is